Velkomin á þennan fræðsludag Félagslýsinga heimilislækna 2025. Ég held við byrjum bara og sjáum hvort að einhverjir týnist í salinn. Ég heiti Ásthildur Erlingsdóttir og heimilislæknir á Seltjarnarnesinu og meðlimur í stjórn FIH og tók að mér að stjórna þessum fundi í dag. Okkar öflugi formaður upptekinn við héraðslækningar en sendir sínar bestu kveðjur og fylgist vonandi eitthvað með í streymi. Og fundurinn verður ritaður líka, þannig að ég á von á miklu pródukti hér. En fræðsludagurinn í ár eins og þið hafið tekið eftir, aðeins frábrugðin því sem verið hefur. Fyrst langar mig að nefna að fundurinn í ár ekki fjármagnaður af lyfjafyrirtækjum eins og verið hefur. Og ástæða þess var að þau vildu þá fá að hafa erindi sem að þau myndu einhvern veginn koma að og við höfnuðum því. Þannig að þið getið bara úðað í ykkur veitingum hér með góðri samvisku og þið borguðu þetta sjálf. Á hins vegar þá kusum við í stjórninni á þessum tímamótum sem okkur finnst við vera á að líta aðeins upp úr hamstrahjólinu og ræða og vonandi skerpa á okkar sameiginlegu framtíðarsýn. Frekar heldur en að vera með klínísk viðfangsefni sem að vissulega þarft og gott og við höfum oft gert. En ástæða þess að okkur finnst heilsugæsla á Íslandi standa á ákveðnum tímamótum og heimilislækningar. Við erum náttúrulega með ríkisstjórn sem hefur það yfirlýstu markmiði að allir Íslendingar fái sinn heimilislækni sem við hljótum að vera mjög ánægð með. Og svo sem hefur fyrir ríkisstjórn líka verið að leggja áherslu á heilsugæsluna, þannig að ég held að vegur heilsugæslunar bæði, bara í þjóðfélaginu líka, sé vaxandi. Og við njótum aukins trausts og við erum meira áberandi og það fólk vill koma til okkar sem mjög gott. Og síðan náttúrulega þessi nýju kjarasamningar sem innihalda þessa styttingu vinnuvikunar sem þetta gríðarlegur þrýstingur á breytingar og kannski það sem okkur hefur vantað. Ég held við vitum öll eða höfum öll dálítið skýrar hugmyndir það sem við vildum að gæti breyst, en það kannski svolítið erfitt að koma því kring eingöngu með samræðum í okkar hópi. Það þarf að koma frá hvatning eða hvati stjórnvalda til þess að leiða saman ólíkar sérgreinar, ólík stig þjónustunar og allt svona. Þannig að ég held að þetta sé góður tímapunktur til þess að bara skerpa fókusinn. Og síðast en ekki síst, þá erum við vonandi að komast upp úr mestu mönnunarkrísunni sem að við einhvern veginn allavega þegar ég byrjaði í heimilislækningum fyrir 15 árum, þá vissi maður alltaf af þessari gjá sem við værum, einhvern veginn þessi hengiflugi sem við værum á leiðinni fram af, ekki satt, þegar allir frumkvöðlarnir okkar færu á eftirlaun. Og það náttúrulega, í því umhverfi sem við höfum verið að starfa síðustu ár, að þau hafa verið að fara á eftirlaun og auðvitað, mun gerast á næstu árum, en það samt þannig að á næstu árum mun þróunin snúast við og við erum að fara að fá fleiri nýja kollega í hópinn heldur en þá sem að hellast úr lestinni, þannig að það náttúrulega bara gríðarlega jákvætt og við gerum svolítið grína því við sem lærðum saman hvað þetta, 2011 eða eitthvað, þá vorum við á þessum í árdaga sérnámsins, að þá var hún Alma Eir heitin, blessuð sé minning hennar, mjög öflug að minna okkur á að við værum björtustu vonir heimilislækninga á Íslandi. Og það gott og vel, skiljið. En nú finnst mér að vera komin með kannski, það svolítið bömmir kannski, við getum kannski ekki, teljumst kannski ekki björtustu vonirnar ennþá, en það góða að það kannski alvörunni komin dálítið mikil vona því við erum komin með bara dálítið massa alveg bara gríðarlega metnaðarfullu, hæfu og skemmtilegu fólki sem bætast í stéttina. Þannig að allavega þá fannst okkur, við þetta á þessum tímamótum sem kannski ekki akkurat í dag en eru svona að gerast, að það gildi að við höfum skýra sýn. Það eru breytingar og það eru breytingar mögulegar
og ég held bara að það sé mjög mikilvægt að við leyfum okkur bara að vera með sterka sýn sem við vinnum að og fáum yfirvöld í lið með okkur. Og við ætlum náttúrulega líka að sjá til þess að vinnuumhverfi okkar og þessara góðu kollega sem eru núna í sérnámi munu haldast í starfi og við vitum það að einn af sterkustu þáttunum til að hindra útbruna og halda manni við efnið að hafa sýn sem maður trúir á og markmið sem maður trúir á að vinna að. Og í framhaldi af því, þá þekkið þið þessa hugarflugsfundi sem eru haldnir annað hvert ár á vegum félagsins, iðulega út á landi og fundurinn 2023 í Stykkishólmi var fjölsóttur og mikil vinna sem fór þar í gang raunverulega. Þar voru meðal annars stofnaður aðgerðahópurinn sem hefur verið gríðarlega áberandi og öflugur og bara náð árangri og Gunnar Þór ætlar að vera svo sætur að segja okkur frá á eftir meira. Þar var líka sett í gang rammagerðin svokallaða sem ég var í og margir fleiri sem var þá átti að vera það hvaða ramma við vildum sníða okkar vinnu, skilgreina hvað á að vera á borði heimilislækna, hvað á heima sem sagt á öðrum þjónustustigum og jafnvel bara ekki í heilbrigðisþjónustu yfir höfuð. Og svo var rætt í nefndinni hvort það væri hægt að skilgreina einhvers konar verkefni eftir mönnun, og ég veit að Landspítalinn hefur á einhverjum deildum verið að reyna að þróa þetta, svona umferðarljósakerfi þar sem að þegar mönnunin á grænu, þá getum við gert nánast hvað sem og svo hún á gulu og þá dettur eitthvað út og svo erum við á rauðu þar sem við erum kannski búin að vera að vinna síðustu ár og hvað gerum við þá? Hvað það sem að, mest ríður á? Augljóslega reyndist þetta verkefni kannski full umfangsmikið til þess að við nokkur í rammagerðinni getum sinnt því í hjáverkum. Þetta auðvitað gríðarlega stórt verkefni sem ætti að vera að mínu mati bara í höndum heilbrigðisráðuneytisins. En auðvitað hefur þessi vinna farið fram í mörgum af nágrannalöndunum okkar og það væri auðvitað hægt að styðjast við leiðbeiningar þaðan. Einmitt. Og sem sagt, í október, 17. til 18. október, þá verður nýr hugarflugsfundur á Hótel Selfossi og ég vona bara að þið verðið öll þar. Og hugmyndin með þessum umræðum í dag náttúrulega til dæmis að fá út, vinnuhópa eða eitthvað alvöru svona markmið sem við viljum vinna að, sem væri þá til dæmis mjög gott að geta gert á þessum hugarflugsfundi. Og ég bara ánægð að sjá okkur sem eru og ég vona að séu nokkrir á streymi líka af því að ef við ætlum að gera þetta og gera breytingar og ef við ætlum að dreyma stórt og bara koma því í verk, þá þurfum við náttúrulega á öllu okkar fólki að halda sennilega, skiljið, allavega mjög mörgum og þannig að vinnan dreifist. En í dag þá lítur dagskráin svona út. Við höfum fengið bara mjög öflugt og inspírerandi fólk sem starfar í heilsugæslunni víða í landinu til að vera með framsögu hérna í dag. Til allrar óhamingju þá forfallaðist Nanna, framkvæmdastjóri lækninga hjá HH, skyndilega og sendir bara sína bestu kveðjur. Þannig að það urðu svona smávægilegar breytingar á prógraminu fyrir kaffi og Gunnar Þór Geirsson, heimilislæknir á HSS og ritari stjórnar FIH, tók að sér að vera með smá erindi vinnu aðgerðahópsins. Og svo tekur við hann Eyjólfur, heimilislæknir og framkvæmdastjóri lækninga á HSA sem ætlar að tala sína framtíðarsýn. Svo fá hann Jóhannu Jansdóttur, heimilislækni á heilsugæslunni Höfða með sitt innlegg og svo verður kaffihlé. Og aðeins eftir því hvað okkur tekst að teygja lopan þá gæti farið svo að við kæmumst aðeins fyrir kaffihlé sem ég vona að enginn síti mjög. Síðan klukkan 14:40 þá byrjum við aftur og þá kemur Hróðmar Helgi Helgason sem sérnámslæknir í heilsugæslunni í Garðabæ og stofnandi Muno sem hann segir okkur örugglega frá.
Og klukkan 3 þá mætir hér heilbrigðisráðherra Alma Möller og ætlar að vera með erindi fyrir okkur og taka þátt í okkar umræðum eftir á. Og eins og ég sjáu þá er gefinn dálítið rúmur tími fyrir umræður, en það verður samt þannig að ég mun setja einhver tímamörk á ræður sem hér verða haldnar í kommentum til þess að sem flestir komist að. Já, einmitt. Og svo í lokin þá er gleðistund, það verður boðið upp á drykki og að því markmið svona fundar er náttúrulega líka að bara koma saman og hittast og efla tengslin og þú veist, það sem er svo gaman að hittast þvert á starfsstöðvar og allt þetta. Þannig að ég bara vonast til þess að í dag þá náum við ekki einungis að teikna upp þær áskoranir sem fyrirfinnast og við þekkjum öll, heldur einnig hvernig lausnir við sjáum fyrir okkur, og ég vona bara að við leyfum okkur að teikna upp djarfa framtíðarsýn fyrir hönd fagsins og okkar vinnuumhverfis. Leyfum okkur bara að dreyma stórt og vera hugrökk. Ég held við höfum fulla ástæðu til. Og af því ég veit að hér eru allir komnir á hlaupum annars staðar frá, og af því hún Björg vinkona mín Ólafsdóttir, yfirlæknir á Kirkjusandi sem á veg og vanda að allri skipulagningu hér, var svo örlátt að gefa mér heilar 20 mínútur til þess að setja þennan fund. Þá fannst mér bara tilvalið að bjóða ykkur í smá núvitundaræfingu, þannig að við svona aðeins tengjum okkur í núið, því það er auðvitað eina stundin þó við ætlum að sjá til framtíðar. Og þeir sem að þola þetta alls ekki, þeir bara fara í símann á meðan. En ég ætla bara að bjóða ykkur að loka augunum aðeins og byrja bara á því að koma ykkur þægilega fyrir í sætunum. Gjarnan með fætur með svona mjaðma breidd á milli fótanna, leyfa fótunum að hvíla á gólfinu, leggja hendurnar í kjöltu eða bara á lærin. Bakið má annaðhvort hvíla í sætinu eða þá vera beint. Ef ykkur finnst það þægilegra þá er gott að ímynda sér eins og það sé spotti upp úr hvirflinum sem toga mann upp, þannig að hryggjasúlan raðist upp í svona neutral stöðu. Og byrjaðu bara að finna þér, sitja hérna í sætinu, sjáðu fyrir þér rýmið. Heyrðu, veittu umhverfisljóðunum athygli. Kannski heyrir einhver umhverfisljóð langt í burtu. Kannski eitthvað hérna inn í salnum. Og njóttu þess bara að þurfa ekkert að gera næstu 3 mínúturnar eða svo. Sleppa tökunum á öllum hugsunum og leyfa þér bara að finna og vera. Slepptu tökunum á öllum hugsunum, áhyggjum og spennu. Andaðu inn að fullu og út með djúpu andvarpi. Og aftur inn nefið. Gefðu enn betur eftir. Og fyndu frið í hjarta þínu. Færðu nú athyglina þína að önduninni. Hafðu öndunina áreynslulausa, þú ert ekkert að stjórna henni. Leyfðu þér að nota andardráttinn til að losa spennu. Finndu hvernig andardrátturinn mögulega rólega fer að dýpka og leyfðu andardrættinum að flæða í stöðugum, samfelldum straumi. Láttu athyglina algjörlega fylgja flæði öndunar inn og út.
Finndu hvernig maginn dregst blæs út á innöndun og dregst saman á fráöndun. Og með hverri útöndun slakar á allri spennu úr líkamanum og öllu sem að valda þér áhyggjum og öllum hugsunum og skipulagi. Þú ert ekkert að skipuleggja að gera einmitt núna. Við höldum áfram með 7 djúpum andardráttum í viðbót. Teldu þá svona. 7, ég að anda inn. 7, ég að anda út. 6, ég anda inn. 6, ég anda út. Og haltu áfram á þennan hátt í eigin takti þar til ég biðja að hætta. Vertu niðursokkin í að hlusta á andardráttinn og leyfðu þér að vera sífellt rólegri og friðsælli með hverjum andardrætti. Andaðu nú aftur eðlilega og leyfðu þér að finna hvernig þér líður núna. Kannski hefur eitthvað breyst á þessum mínútum, kannski ekki. Það er allt í lagi. Og nú förum við að koma tilbaka og undirbúa okkur fyrir að hlusta á Gunnar. Gott að bara koma rólega tilbaka og hreyfa aðeins fingur og tær. Og þegar þú ert tilbúin, þá opnar augun. Takk fyrir það. Þá kemur hann Gunnar Þór Geirsson og tekur við. Góðan daginn, kæru kollegar. Gott að sjá alla hér í dag. Þakka fyrir boðið að fá að segja frá vinnu aðgerðahópsins og svona aðeins að horfa fram á veginn á þeim vettvangi. Ég heiti Gunnar Þór Geirsson og er heimilislæknir HSS á Suðurnesjum og er líka ritari FIH. Og ég er svolítið slakur og rólegur eftir þessa fínu öndunaræfingur hjá henni Ásthildi. Þakka henni fyrir það. Við byrjum, eins og Ásthildur nefndi í sínum inngangi, þá byrjaði þetta allt í Stykkishólmi haustið 23 og út frá þeirri vinnu var aðgerðahópur stofnaður og síðan í kringum áramótin eða rétt eftir áramótin, 24, fórum við að hittast og svona reyna að leggja línunar hvað svona það væri sem við ættum að leggja áherslu á. Og því að það voru margt sem okkur langaði til að færa til betra vegar. En svona niðurstaðan var í raun og veru að við ætlum að velja svona innan gæsalappa eitthvað einfalt fyrst, svona sem verður nú bara auðvelt að losna við og svona aðeins til að svona fá svona einhverja reynslu í svona baráttu. Og það var raunin. Og þarna, í miðjan febrúar þá sendi FIH út yfirlýsingu þar sem að heimilislæknir voru hvattir að hætta að skrifa tilvísanir vegna barna. Og þessi svona yfirlýsing frá okkur, hún vakti töluverða athygli og ýmsir voru boðaðir í viðtöl
bara ég og formaður og svo eru líka já, bara læknar, Indriði og reyndar hluta að gera hópnum að voru duglegir líka að bara vera ábyrrandi í fjölmiðlum og reyna að koma að stað umræðu og það bara, og þetta vakti athygli og svo Tinna líka, hún fór í útvarp Rás 1 og það reyndar, og svo endaði með því að við fengum fund hjá ráðherra í ráðuneytinu með hans starfsmönnum og jafnvel viðurkenndi hann hafi jafnvel brugðist og hægt við hann Willum og svo byrjaði samtalið og niðurstöðan var í raun og veru svo að við ræddum ekki einungis þessar tilvísanir, það voru svona margir aðrir þættir sem við vildum fara yfir, meðal annars heilsuveran, fleiri vottorð, lyfjaskírteini og fleira og það var í raun og veru settur svona vinnuhópar á stað í ráðuneytinu og við ákváðum að hitta síðan aftur mánuði seinna og þá voru þau komin í raun og veru með svona ákveðna vinnuáætlun og svona þar sem komið á einhverju leiti til móts við okkur og það var svona umræða hjá okkur bæði innan stjórnar og líka hjá aðgerðarhópnum hvernig við ættum svona að tækla þessa stöðu sem það núna var komin upp því að við vorum komin í samtal við ráðuneytið og við svona skynjuðum velvilja hjá þeim og það var líka að koma sumar og svona við sáum fram að við ætlum að fara einhverja frekara aðgerðir að það væri kannski skynsamlegri leið að fara svona leið samvinnu og láta reyna á þetta því við vorum svona komin inn fyrir þröskuldina að okkur fannst. Þannig að það var í raun og veru niðurstaðan og svo ætluðum við hittast aftur haustið. Og við tókum aftur stöðuna haustið en þá svona gerðist hlutir sem voru svona utan okkar svona, já, hvað að segja, eitthvað sem við höfum ekki alveg stjórnað og komu kosningar og sem settu strik í reikningin, meðal annars fyrir seinasta aðalfund þá vorum við svona komin svona í starttornunum með fleiri aðgerðir en það var ekki alveg víst gagnvart hverjum aðgerðum átti að beinast því að það var ekki víst hverjir yrði í stjórn þannig að þetta svona sló svolítið vopnun úr okkar höndum og þannig að það voru ákveðin svona mannaskipti og við erum reyndar búin að eiga fund með nýjum heilbrigðisráðherra en við erum svona aðeins að þreifa fyrir okkur svona hvað eru svona skynsamleg næstu skref. Þetta var svona að fara aðeins yfir það sem búið að gerast en þessi fundur nú svona kannski meira nútíðina, verið núvitund og horfa fram á veginn eins og Ásthildur kom svo vel inn á. Og mér langar svona aðeins að ræða svona bara mína upplifun af því að vera í þessum góða hóp og því þetta er frábær hópur og ég er svo ánægður að bara hafa fengið að kynnast þessu fólki betur og því að þetta er fólk sem brennur fyrir því að breyta hlutunum og vill líka leggja vinn í það sem er algjör forsenda fyrir því að eitthvað gerist. Og þetta er mynd af okkur á heilbrigðisstefnunni sem var rétt fyrir kosningarnar og þá vorum við með svona vottorðabar sko og svona klæddum okkur upp og til dæmis gerðum við tilvísun til sérgreinalæknis fyrir börn, tilvísun til TN og kosningavottorð. Þannig að við vorum með svona vottorðabar og allir gátu fengið þau vottorð sem við vildum. Þannig að þetta var góð stemming og við vöktum athygli. En það voru nú ekki fjölmiðlar á staðnum, það var svo mikið að gera í pólitíkinni þannig að kannski þetta vakti kannski ekki mikla athygli út fyrir þennan vettvang. Og svo
Sko virðist það líka vera að þessi frasi sem við þekkjum svo vel, bíðum og sjáum til, að það eru fleiri farinir að tilhenga sér hann. Sérstaklega þá í heilbrigðisráðuneytinu. Þannig að við verðum að svona, það fara að nota okkar eigin vopn gegn okkur. Þannig að, en eins og við vitum, þá á það við, en ekki alltaf. En svona þegar maður svona horfir yfir þetta, þá svona horfir tilbaka áður en við fórum í þessa vegferð að svona reyna að taka svolítið aðeins málin í okkar hendur og reyna að hafa áhrif á þessi mál, þá hugsa ég tilbaka, að ég vildi svona ef við hefðum náð meiri árangri. Ég hefði til dæmis viljað að þessari tilvísanir væru algjörlega farnar í burt, sko. Við vorum svo nálægt í raun og veru. Við heilbrigðisráðherra á fundi í raun og veru var búin að segja sér alltaf að gera það, en svo bara því miður, ég ætla ekki að segja það, þá var það þannig að hann var bara ekkert heilbrigðisráðherra mikið lengur, sko. Þannig að það var svolítið sem við höfum ekki alveg stjórn á. En mikilvægt samt að halda þessu áfram og ég held að engin spurning að vinna aðgerðahópsins hefur bara skilað heil miklu og líka bara sýnt fram á að við getum komið að staða þessu umræðu og hún mikilvæg til þess að pólitíkin bregðist við og við höfum sýnt að það virkar en svo eitt að komast að umræðinu og svo að knýja fram breytingar en við erum líka að læra, við erum að gera þetta svona í fyrsta skiptið og við erum búin að fá hellinga reynslu og stundu þarf að taka 1 skref aftur og bak til að taka 2 skref áfram og ég held að við séum einmitt þar, við erum aðeins að bíða og sjá til og eins og ráðuneytismenn og svo bara mikilvægt að koma að krafti inn og sækja þær breytingar sem við viljum fá en það gera það ekki fyrir okkur, við þurfum að gera það sjálf. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Gunnar, og takk fyrir að taka þetta með svona stuttum fyrirvara. Þá komið á númer Eyjólfi. Hvar ertu? Já, þarna ertu. Ég fer svo lítið fyrir þér, Eyjólfur, alltaf. Það er Ég mynda mér að þetta hefur verið svona figure of speech. Kæru kollegar, að mér sönn ánægja að koma hingað og tala við ykkur í dag. Ég hef ekki verið svona spenntur síðan ég fekk að tala við ykkur í febrúar. Og það var alveg talsvert uppgreitt frá því að ég talaði við ykkur á læknadögum í janúar. Þannig að ég var mjög upp með mér með þessu tækifæri og kona mín var samt ennþá peppaðri. Það er svo mikilvægt að hafa góðan stuðning að heiman þegar maður á að tala fyrir framan hópa fólki og mögulega nýjan heilbrigðisráðherra. Takk, Lilja. En fyrir þau ykkar sem eru kannski ekki ennþá orðin leið á mér, þá ætla ég að gera hugprúð atlögu að ég breyta því með því að rekja stuttlega hvað leiddi mig hingað í dag. Ég kláraði sérnám í heimilislækningum með heimastöð á Egilsstöðum. Aðra hluta námsins tók ég á SAK, heilsugæslunni í Grafarvogi, Skerjastuttanstopp og Barnaspítalanum. 7 ár vann ég sem sérfræðingur á heilsugæslu í Svíþjóð, annars vegar á opinbert reikinni og hins vegar á einkareikinni. Og síðan ég kom heim þá hef ég unnið sem læknir, yfirlæknir, síðan á heilsugæslunni í Fjarðabyggð og er núna framkvæmdastjóri lækninga hjá HSA. En á leiðindum skulum við taka nokkrar spurningar. Til í það? Ég hljóti að gera það. Þetta er góður hópur, þeir eru búið með 6 ára erfitt háskólanám og eruð í eða hafi lokið sérfræðinámi, mörg með áralanga reynslu af lækningum. Skulum byrja á einn alveg skítléttri. Hvað er sjúkdómur? Já, ekki allir í einu. Einhverjar hugmyndir?
Ok. Hvað segirðu, Kristján? Vel skilgreint heilsuleysi. Ok. Einar? Eitthvað sem við sýttir 10 númer. Já. Er háþrýstingur sjúkdómur? Er það heilsuleysi? En hósti? Hósti með meiri einkenni? Með það kannski meiri sjúkdómur? Já, ok. Þetta var kannski aðeins svo svínslegt. Skulum þá fara í eitthvað aðeins sem er afmarkaður og nærtæka. Við vinnum jú á heilsugæslu. Hvað er þetta heilsa? Sjúkdómsleysi. Mjög gott. Einhver sem er með ferskari töku, eitthvað sem er ekki pre-1948. Aðlögun. Það hefur verið gerðar nokkrar atlögur að því að breyta þessu, en þá stendur í rauninni opinbera skilgreiningin frá WHO, fullkomin líkamleg, andleg og félagsleg heilsa. Ja, félagsleg vellíðan fyrirgeði. Fullkomin. Engin verkur, engin kvíði, engin reiði, engar kröfur sem er erfitt að mæta, sko. Hver hérna inni er heill heilsu? Samkvæmt þessari skilgreiningu er eini heilbrigði maður en dauður maður. Já, ekki langt frá því, en hann er ekki heilbrigður mjög lengi. En allavega, við vinnum á heilsugæslu og við getum illa sagt hvað sé sjúkdómur og hvað sé heilsa. Hvernig eigum við þá að gæta hennar? Ég er kannski svolítið eins og línablessunin. Þegar hún var svo miður sín, alveg eyðilögð, yfir að veit ekki hvað spunkur væri. Að hún gekk á mann og annan og enginn gat sagt henni hvað spunkur var. Svo á kveldi dags þá fann hún spunkin heima hjá sér á sjónaráli, þar sem hún sagði sennilega haft hann allan tíman. Og svolítið með þetta í huga þá segi ég stundum við mína sjúklinga að ef þið líður eins og þú sért heilbrigður þá eru langmestar líkur að þú hafi rétt fyrir þér. En þurfum við þá heimilislækna? Ef að fólk bara fara eftir hvernig það líður. Getum ekki einu sem útskýrt grundvallaratriði eins og hvað er heilsa og hvað er sjúkdómur. Eins og var áþreifanlega augljóst hérna áðan. Skammið ykkar. Hvað gerir það eiginlega í vinnunni? Samkvæmt norskri rannsókn sem birtist fyrir 3 árum í British Journal of General Practice, það var mjög sterk fylgni milli þess að hafa fastan heimilislækni og minni notkunar á vaktþjónustu og fátíðari bráðaeinlægni á sjúkrahús. Meira að segja harðasti endapunkturinn, það lengdi vinstri, dánartíðni, hafði mjög sterka og stígandi fylgni við lengd meðferðarsambandsins. Svo eitthvað gerum við og við gerum það vel, en hvað? Hvað gerum við? Hérna áðan var minnst á rammagerðina og þetta er fengið að láni frá henni. Við vitum hvað við getum gert, en þá heyrir upp á stjórnvöld að ákveða hvaða verkefnum þau vilja við sinnum og gefa okkur aðstæður til þess að sinna þeim. Þetta er tekið úr kynningu fagfélags sænskra heimilislækna sem tóku saman hverju mætti út frá litteratúr áætlað hver heimilislæknir gæti sinnt út frá stærð þess samlags sem hann ber ábyrgð á að sinna. Tölurnar sem slíkar er svolítið erfitt að færa milli kerfa, en það er allavega morgunljóst að því fleiri sjúklingum sem hver heimilislæknir á að sinna, þeim mun bráðamiðaðri verða verkefnin og minna yfirgripandi. Ég þykist alveg vita hvaða vinnu heimilislæknar almennt vilja skila til sinna sjúklinga, en mér finnst alveg þola umræðu hversu vel skipulag heilsugæslu, sérstaklega svoköllu bókun 5, styður við það. Ég ætla að ganga svo langt að segja að þetta kosningalofar hafa drjúgan þátt í því að skapa núverandi ríkisstjórn þann þingstyrk sem hún hefur. Og
þó svo ég trúi í einlægni á að þetta sé rétt stefna, þá ýmsum spurningum enn ósvarað áður en sá sem hér stendur getur stokkið borð og lagst algjörlega á árar. Því eins og við sáum áðan, þá ýmsum forsendum háð að fastur heimilislæknir geti staðið undir væntingum, eigin væntingum, stjórnvalda og ekki síst væntingum sjúklinga. Til þess að virkilega geta skilað árangri þurfa starfsaðstæður og vinnutæki heimilislækna að vera rétt og þá þarf að hafa hugfast að samlagið okkar mikilvægasta vinnutæki. Heiður þar sem heiður ber og FIH hefur staðið sér mjög vel að byggja á vinnu Socialstyrelsen í Svíþjóð æskilega stærð samlaga og staðfærað í íslenskum aðstæðum. Fyrir okkur lækna í dreifbýlinu og lækna með fagþróunar eða stjórnendahlutverk, þá sakna ég þess þó að reynt sé að skilgreina okkar samlag. Eins með sérnámslæknanum okkar. Eðlilegt að ætlast til þess að þeir hafi samlag? Og ef svo, hve stór? Ættu þeir eftir vill að vera í teymi með handleiðara sínum? Og talandi teymi, ætti það að eiga við fleiri lækna? Í stefnuyfirlýsingu Samfylkingarinnar var fyrir kosningar talað heimilislækni eða heimilisteymi. Ok, ég veit hvað heimilislæknir Ég skal viðurkenna að ég veit ekki hvað einkennir heimilisteymi. Hvort það skilir sama árangri og heimilislæknir og hvort skilningur annar og samsetningu teymisins eða verkaskiptingu þess endilega svo sami og minn. Ég skal einnig viðurkenna og meina þetta í fullri hreinskilni að ég bara veit ekki alveg hvernig mér finnst. Hugmyndin teymi til gagns eða ógagns? Að ef við gefum okkur að í heimilisteymi séu til dæmis 2 læknar og 1 hjúkrunarfræðingur eða sjúkraliði og gefur alveg auga leið að þjónustan ekki eins brothætt og ef heimilislæknir væri einn. Við veikindi, námsleyfi, íhlaupalækningar. Þjónustan væri óneitanlega þverfaglegri, samfella fyrir aðrar fagstéttir en bara læknin væri meiri og mögulega væri auðveldara fyrir stjórnendur að skipuleggja mönnunarþörf fagstétta. Mögulega gætum við séð aukin afköst, til dæmis ef einfaldari verkefnum, skilaboðum, eftirfylgd væri létt af lækninum sem þá hefði aukin tíma til að sinna öðrum. Það má þó alveg skilja orðið teymi þannig að enginn stjórni og enginn beri ábyrgð á því að leggja plön, deila verkum eða fylgja þeim eftir. Það getur alveg flækt allt utanumhald þegar meðlimum fjölgar og mögulega aukast líka kröfurnar á nákvæmari skráningu. Ég meina, við vitum öll hvernig einföld skráning í samskiptaseðil getur haft mikið að segja fyrir þann sem skráði en ekkert fyrir annan sem kemur að. Svo möguleikinn og þó svo möguleikinn á því að losna við einfaldari verkefni hljómi heillandi eða einfaldari samskipti, minni háttar, að þá eru samskipti enga síður besta leiðin sem ég þekki til að byggja upp og viðhalda trausti. Trausti í meðferðarsambandi. Og eins með stærðsamlaga, þó ég hafi gagnrýnt ákveðna hluti hér áðan, þá höfum við að minnstakosti þekkingu og reynslu á því hve stór þau eiga að vera fyrir einstaka lækna, hve stór eiga þau að vera fyrir teymi. Það bara opinn tékki? Svo ég hef bara í sannleika sagt ekki hugmynd hver tilfinning mín fyrir þessu. Kannski þetta bara virkilega gott og margir sem hafa unnið í þessu bera þessu vel söguna, en það væri bara mjög fróðlegt að fá að heyra frá kollegum reynslusögur hvað þeim finnst þetta. Hins vegar ég alveg sannfærður mikilvægi þess að hafa hjúkrunarstýrðar móttökur fyrir ákveðna sjúklingahópa. Þetta verklag sem ég kynntist afar vel út á Skáni, þar sem maður vann í raun miklu nánar með sjúkraliðum dagsdaglega, sem voru með ómetanlega aðstoð, en hjúkrunarfræðingarnir unna meira samhlið okkur læknunum við að halda utan fólk með ýmsa lífsjúkdóma. Þetta ekki sammálaði, Jóhannes. Að vissu leyti ekki ósvipað því sem ljósmæður gera fyrir þungaðar konur, nema þessir hjúkrunarfræðingar héldu utan eftirfylgd sykursýkisjúklinga, sjúklinga með teppusjúkdóma
ýmis öldrunar, færnitengd mál og hérlendis mætti vel sjá fyrir sér hjúkrunarstýrða móttöku til dæmis barna með ADHD á heilsugæslunni. Til að best sé tryggt að vel farnist þykir mér þó algjörlega ófrávíkjanlegt að tveimur skilyrðum sé mætt. Í fyrsta lagi að heildarábyrgð á almennum heilsufarsvanda sjúklingana sé á hendi heimilislæknis. Hjúkrunarstýrðum móttökum ekki ætlað að koma í stað læknismóttökunar, heldur gera meðferð og utanumhald á afmörkuðu sviði tryggara. Ósammála því? Í öðru lagi að ábyrgðin á rannsóknum, skammtabreytingum og öðru slíku liggi endanlega hjá yfirlækni, enda veiti hann hjúkrunarfræðingunum persónulega delegasjón byggða á því að hann geti vottað menntun þeirra og borið klínískri dómgreind og vinnulagi vitni. Ef einhver hluti heilbrigðiskerfisins á að geta verið suðupottur nýrra lausna við þrautum gærdagsins, þá það heilsugæsla. Við eigum að geta látið reyna á rammana. Við eigum að passa okkur á að festast ekki fyrirfram ákveðnu móti og við eigum að geta verið empírísk, prófað, endurmetið, heimsótt, lært, hvert af öðru til þess að finna lausnir sem mæta þörfum sjúklinga en starfsfólk ekki síður. Fyrst og fremst vil ég sjá að það sé vel gætt að okkur og yngri kollegum. Ég vil sjá að læknanemum séu boðin rannsóknarverkefni í heilsugæslunni. Ég vil að kandidatar finni góðan stuðning og til dæmis með ráðgefandi öldungi eða röflara. Og ég vil að við höldum eins vel utan sérnámslæknan okkar og okkur raunnt. Það má til dæmis gera með því að hugsa út fyrir boxið og mér þykir gaman að segja frá því að nú á fullri ferð vinna hjá HSA við að skapa sérgreinadeildir heilsugæslunnar til að þurfa ekki að senda reynda sérnámslækna þvert yfir landið til þess að öðlast þekkingu og færni sem ég til okkur fyllilega á pari við sjúkrahúsin að kenna þeim. Vonandi verður þetta og sérnám í heimilislækningum komið á þann stað, sérnám í héraðslækningum fyrirgefiði, að vera komið á þann stað að vera kynnt á nýsköpunarmessu með haustinu sem ég vonar á þeirra að geti sagt okkur frá hér og eftir. Í lögum heilbrigðisþjónustu talað að heilsugæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður sjúklinga. Ok. En ég hef stundum verið hugsi yfir þessari setningu. Fyrsti viðkomustaður. Er það bara ég eða finnst einhvernum fleirum eins og sé verið að gera ráð fyrir því að tilfelli fara að jafnaði lengra en á heilsugæsluna? Það nefnilega mjög mikilvægt verkefni heilsugæslunnar að sinna forvörnum. Við erum öll sammála því. Öllum 4 stigum þeirra. Á fyrsta stigi að vinna með áhættuþætti, á öðru stigi að hindra framgang sjúkdóms, á þriðja stigi að draga úr neikvæðum afleiðingum sjúkdómsins og lífsgæði, án þess að markmiðið sé endilega áhrif á grunnsjúkdóminn. Ok. En svo það 4. stigið, og að mínu mati það stig forvarna sem allra mikilvægast að heilsugæslan sinni, og það að forða frísku fólki að sogast of langt inn í heilbrigðiskerfið. Formleg krafa eður ei, þá opinskátt það rætt í Svíþjóð og þar eigi heilsugæslan að geta leyst 9 af 10 vandamálum sjúklingana á leveli 1. stigs þjónustunnar án aðkomu 2. stigs þjónustunnar. Hvort það tekst alltaf annað mál. Og ég veit að heilsugæslan á Íslandi í núverandi mynd ætti kannski erfitt með að rísa undir þessu. En get alveg sagt að mínum faglega metnaði finnst þetta ofboðslega spennandi framtíðarsýn. En hvað þurfum við til þess að mjaka okkur fram þessa braut? Ef við mætti einungis nefna 1, þá verða fjölþættir úrræði fyrir heilsugæsluna að vinna með. Við þurfum fleiri fagstéttir og reynslu okkar í heilbrigðisstofnun Austurlands að því hafa félagsráðgjafa, klínískan lyfjafræðing, sjúkraþjálfara í opinni móttöku, fíkniráðgjafa bara ofboðslega góð.
Fyrst og síðast held ég að starfstéttin sem við þurfum í auknum mæli inn í heilsugæsluna séu læknaritarar. Einn klókur vinur minn sagði einu sinni að allt sem að þeir gera ekki, það mun lenda á lækninum að gera. Og ég held að sé bara hárrétt hjá hann. Þeir geta skrifa nótur, þeir geta stemt af greiningar og úrlausnir, geta haldið utan bókanir til eftirfylgdar, geta skrifa rannsóknarbeiðnir, tilvísanir, komið þeim á réttan stað, það sjálfsögðu eftir því sem við dikturum, sem og fylgst með því að svörin skili sér tilbaka til okkar. Og í því óskilvirka tölvukerfi sem við búum við í dag, hversu léttara haldið að líf okkar væri ef allir þeir milljarðar sem hafa farið í endurbætur á sögukerfinu hefði verið nýttir til að ráða læknaritara. Mínum huga má læknaritari alveg standa. Heilbrigðisgagnafræðingur, heilbrigðisritari, þetta sitt hvor stéttin í dag. Eða heilbrigðisritarar. Það var sem sagt bætt aðeins við kröfurnar, menntunarkröfurnar og búið til heilbrigðisgagnafræðingar. Meðan hann hjálpar mér að vinna minni klínísku vinnu, þá er mér nokkuð sama hvað hann heitir. Já. Það eins og ég sagði það, núna er heilbrigðisgagnafræði nám á háskólastigi. Heilbrigðisritari líka til sem námsbraut við Fjölbrautaskólann í Ármúla, ef ég man rétt. Hversu vel það samsvarar námi fyrir læknaritara, þekki ég bara ekki, til að segja. En allavega, annað sem við gætum nýtt okkur, og þar tala ég af reynslu minni frá Skáni, stuðningur við klíníska ákvörðunartöku. Að kerfið stýrir manni svolítið í rétta átt, hvort sem það varðandi lyfjaval, skammtastærðir, tímalengd, leiðbeiningar við tilvísanagerð, hvað á að vera búið að gera í heilsugæslunni áður en tilvísunin senda áfram, eða samvinna þess sem ég hef kallað læknisráðunauta, eða AQO-koordinatora, að þá kerfið uppsett þannig að það alla jafna vinnusparandi að taka þá ákvörðun sem skynsamlegust. Þó að maður megi að sjálfsögðu velja að gera eitthvað annað, en það bara vinnusparandi að velja skynsamlegust ákvörðunina. Eða það sem skynsamlegast í flestum tilfellum. Annað sem líka myndi auðvelda vinnu heimilislækna mikið væri samræmd móttaka tilvísana. Úti var það þannig að allar tilvísanir sem fóru frá manni, það fóru bara beint á sjúkrahúsið, og síðan kom bara tilvísunin automatist þaðan eitthvert annað ef þeir gátu ekki tekið á móti eða afgreitt erindið innan 90 daga. Það var ekki þetta endalausa pingpong eða maður sendi tilvísunina burt í tilvísana heaven og veit ekkert hvað verður það. Þannig að, hvernig mun heilsugæsla framtíðarinnar líta út? Ég þykist ekkert geta sagt fyrir það minn einni vissu, en ég veit hins vegar að núna eru heimilislækningar í dauðafæri að þenja út kassan og standa keik fyrir það sem við erum sérfræðingar í. Læknisfræðilegri skynsemi, samspili hluta og heildar, hagsmunum sjúklinga okkar í nútíð og þeim sem mögulega geta orðið sjúklingar okkar í framtíð. Sem niðurlag vil ég gera svona eins og spjátrunga von og vitni í sjálfan mig. Í september 2013 þá fékk ég tækifæri til að setja við hlið Liam Donaldson sem var þá landlæknir í Bretlandi, tala um málþingi honum til heiðurs öryggi sjúklinga. Mitt take á spurningunum hvernig við gerum minni skaða var að við þyrftum bara að gera minna en gera það betur. Ég held ég geti staðið að fullu við þau orð. Að téðu málþingið þá átti líka að vera heilbrigðisráðherra í salnum sem var ekki, en allavega ég lauk mínu máli þar með brýningu til heilbrigðisráðherrans sem mér langar bara að taka óbreyta hérna til okkar nýja kollega nýja ráðherra og góða kollega.
gefðu okkur tíma. Ef þú ætti að gefa okkur eitt, gefðu okkur tíma. Tíma til að þróast, tíma til að valdefla sjúklinga og fræða. Tími eða ávinningur af föstum heimilislækni fall af endurteknum tíma með sjúklingnum. Hrópmerkt. Góðar heimilislækningar eru ekki mældar í fjölda sjúklinga á viku. Eða með orðum Kató gamla, bókun 5 sé lögð í eyði. Takk alveg kærlega fyrir, Eyjólfur. Við tökum svo umræðurnar bara allar á eftir. Ég held að sé fari best á því. Og býð í pontu Jóhannu Ósk Jensdóttur. Gjörið svo vel. Takk kærlega fyrir, kæru gestir, hæstvirtur ráðherra. Þetta erindi var því miður samið með það í huga að hún væri hér í salnum. En ég gerir ráð fyrir að við fáum tækifæri til þess að fara yfir þetta með henni á eftir sem að við Eyjólfur og Gunnar og fleiri erum að fara yfir hérna í dag. Hvaða erindi hef ég til þess að fara yfir mína sýn á framtíð heimilislækninga og heilsugæslu? Sama erindi og þið að sjálfsögðu, reynslu af heilsugæslu og heimilislækningum og svo skoðanir sem að byggjast á þeirri reynslu. Þannig að ég gerir ráð fyrir að ég sé ekki að fara að segja ykkur nýjar fréttir hér í dag, en ég hefði viljað segja ráðherra þær. En við skulum fara yfir þetta engu að síður. Já, þetta svona kannski mitt erindi þar að segja hvað ég hef gert hingað til. Ég þarf að tala til hratt, að ég er búin að tímamæla þennan fyrirlestur oft og hann er alltaf frá Keflavík til Reykjavíkur og hann á að vera 20 mínútur. Ég er vona að ég hafi keyrt rosalega hratt í öll þessi skipti. Ég er sem sagt útskrifaðist 2014. Það passar ekki alveg inn á glæruna, sé ég. Myndin er tilvitnun í útskriftarárganginn minn. Ég er ein af björtustu vonunum sem Ásthildur talaði og við töluðum gjarnan partistöðina sem framtíðar vinnustað okkar. Hvort að hún er til, veit ég ekki. Ef það vinnur einhver á stöð með diskokúlu, þá er hún sennilega til. Það er allavega engin diskokúla á Höfða, en það er rosa fjörðar samt sem áður. Ég var í sérnáminu að vinna á HSN og Húsavík. Eftir að ég útskrifast var ég hjá Vinnuvernd, einkafyrirtæki, vann þar meðal annars sem trúnaðarlæknir Landspítalans lengi vel, vann á Norðausturlandi frá Langanesi til Kóparskers og þar á milli og stuttlega á heilsugæslunni í Grafarvogi. Og síðan er ég einn af stofnendum heilsugæslunnar Höfða og hef starfað þar síðan að hún opnaði 2017 og við bættum svo við heilsugæslunni Höfða Suðurnes núna 2023 og þar starfa ég líka nokkra daga í mánuði. Síðan er ég auðvitað á læknavaktinni frá 2017 og verð þar áfram. Ég var í stjórn LÍ tíma áður en við áttum fast sæti þar, þá þurftum við að passa að það væri alltaf heimilislæknir í stjórninni, þannig að ég var einn af þeim. Og síðan var ég í stjórn FIH í nokkur ár, nýlega hætt þar. Ég var í ráðuneytisnefnd fyrir nokkrum árum og mér finnst það mikilvægt samræmda símsvörun ásamt fleirum hérna í salnum og út úr þeirri nefnd kom sú niðurstaða að samræma símsvörun fyrir allt landið á einn stað. Niðurstaðan varð 1700 og 1700 svarar í dag fyrir allt landið og ráðgefur fyrir allt landið og það var góð niðurstaða að mínu mati og það kemur oftar fram í erindunum mínu. Ég var líka nýlega í ráðuneytisnefnd skyndimóttöku. Okkar niðurstaða var að það væri ekki tímabært að opna skyndimóttöku og við getum rætt það aðeins betur hérna á eftir. Hver er svo framtíðarsýn mín heimilislækningar og heilsugæslu? Nákvæmlega svo sama og Ásthildur og Eyjólfur eru auðvitað búin að koma hérna inn á og hún er núna fest í stjórnarsáttmála sem er vel. Ef að Alma hefði setið hérna þá hefði ég beðið ykkur að klappa fyrir henni. Það er auðvitað bara frábært að við séum sett þarna á mjög mikilvægan stað og það sé raunverulega verið að fara að reyna að gera veg heimilislækninga meiri. Þannig að framtíðarsýnin er allir með fastan heimilislækni.
Allir með aðgengi að heilsugæslu sem veitir alla grunnþjónustu, það önnur framtíðarsýn sem við getum öll verið sammála og eins og fleiri eru búin að koma inn á hér í dag, að þá það því miður þannig að við erum að sinna miklu fleiri erindum heldur en grunnþjónustu. Við ráðum ekki við grunnþjónustuna og svo öðru bætt ofan á, þannig að í rauninni verður allt gert verr heldur en að við myndum vilja. Þannig að grunnþjónusta fyrir alla, það eitthvað sem við viljum að sjálfsögðu sem framtíðarsýn og svo að lokum framtíðarsýn fyrir allt heilbrigðiskerfið að það væri viðeigandi úrræði fyrir hvert erindi. Heyrist ekki alveg í mér þó ég fari svona aðeins frá hátalaranum, já, sko, og það kannski það sem að mér finnst vera alfa og beta í þessu öllu fyrir framtíðina, að það að við séum að passa að hvert erindi fái viðeigandi úrræði en ekki bara eitthvað úrræði. Og þið komið bæði inn á það, við erum að starfa á rauðu ljósi, við erum í neðstu tröppunni sem að Eyjólfur sýndi okkur, þannig að við erum alltaf í einhverju vaktahlaupi. Við þurfum að passa að hvort sem að erindið þess eðlis að það þurfi bara fræðslu sem að stendur á skjánum í heilsuveru eða að það sé þess eðlis að það þurfi þyrla að koma að sækja þig og fara með þig á gjörgæsluna, að það sé verið að ákveða hvert viðeigandi úrræði fyrir hvaða erindi. Ok, við erum sammála þetta og hvað þurfum við þá að ræða, hvað þurfum við að útskýra fyrir ráðherra. Við þurfum að útskýra hver staðan í dag, við þurfum að útskýra hvað þarf að gerast til að við náum markmiðinu og við þurfum að sjálfsögðu að vera sammála hver markmiðin en ég held að við séum það. Staðan í dag samkvæmt nýjustu tölum og mér fannst Ásthildur vera frekar bjartsýn áðan að við værum að stefna eða værum að nálgast það að allt yrði í lagi. Vissulega erum við frekar að nálgast það heldur en hitt, við erum ekki að fjarlægast það, en staðan í dag samt þannig að nýjustu tölur segja að það séu 160 sérfræðingar í heimilislækningum staðsettir á Íslandi og í vinnu. Þeir eru ekki allir að vinna á gólfinu við að sinna sjúklingum og þeir eru svo sannarlega ekki allir í 100% vinnu. Ef þeir væru allir 160 í 100% vinnu, þá væru þeir með 2500 manna samlag, cirka. Þannig að við erum öll sammála að það óviðunandi og það langt frá því sem að við viljum, langt frá því sem að stjórnarsáttmálinn segir til Ok, þetta vitum við. Aðgengi að grunnþjónustu, það var næsti punktur, já. Hvernig aðgengi að grunnþjónustu? Það stórgott aðgengi að vaktþjónustu. Allavega á höfuðborgarsvæðinu. Ég svolítið að tala út frá höfuðborgarsvæðinu vissulega. Það vaktþjónusta á læknavaktinni alla daga ársins, marga klukkutíma á hverjum sólarhring. Þú mátt koma þangað með 5 ára gamla vörtu, 3 mánaða gamlan bakverk, 1 klukkutíma gamlan brjóstverk. Hvað sem Þannig að það stórgott aðgengi að vaktþjónustu. Það líka gott aðgengi að vaktþjónustu á öllum heilsugæslustöðunum. Þú getur hringt í 1700, þar metið hvort þú þurfir að koma á vaktina, ef þú þarft það, þá færð að koma. Ef þú ert á sjálfstættarreikinnustöð, þá hringir þú þangað og það metið, þú færð að koma ef þú ert með vakterindi. Þannig að það stórgott. Hvað fleira? Jú, það ungbarnavernd. Hún frábær, henni allt og vel sinnt. Við erum að eyða resursum í ungbarnavernd. Mæðravernd, frábær, við erum að bara fullkomin árangur í mæðravernd og svo aðgengi að heimilislæknum, allt og erfitt að fá tíma og langur biðtími. Þannig að skóinn kreppir hjá okkur. Við erum of fá og það of erfitt að komast til okkar í alvöru þjónustu, ekki vaktþjónustu. Viðeigandi úrræði fyrir hvert erindi, það að ganga upp? Í rauninni alls ekki þegar þú getur farið með erindið hvert sem þú vilt. Þú hefur sjálfdæmi hvert þú ferð með það, þannig að þú að velja hvort þú ferð á bráðamóttökuna eða læknavaktina eða reynir að bíða eftir einhverju öðru, þannig að augljóslega viðeigandi úrræði fyrir hvert erindi ekki að ganga upp. Og hvað þarf þá að gerast? Og þetta voru skilaboðin til Ölmu á næstu kannski 2 glærum. Það þarf að fjölga heimilislæknum og ég veit ég þarf ekki að segja ykkur það, þið vitið það. Og sérnámið okkar frábært, það þarf að hlúa að sérnáminu, ég þarf heldur ekki að segja ykkur það. Það þarf samt alveg að passa að gera það. Þetta alveg viðkvæmur pondus þetta sérnám.
það getur alveg sveiflast til hversu vinsælt það fer líka eftir því hversu vinsælt sérnám á spítalanum, það fer eftir því hvernig launakjör eru, það fer eftir því hvernig við stöndum okkur á heilsugæslunni, þannig að það alls konar hluti sem hafa áhrif og við þurfum að hvetja ráðherra til að setja pening í sérnámið okkar, þannig að það séu örugglega starfsmenn sem að halda utan það og passa að það sé alltaf á pari. Annað sem ég hefði viljað hvetja ráðherra til að gera, að það eitthvað sem enginn hefur þorað að segja eða skilgreina og það að segja uppátt hvað þurfa margir heimilislæknar að koma út úr hverjum útskriftarárgangi. Við erum að mennta lækna, við erum að mennta sérfræðinga, segjum bara uppátt það þurfa svona margir læknar að verða heimilislæknar. Þetta örugglega eitthvað 30-40%, ég veit ekki töluna, það örugglega auðvelt að reikna hana, en segjum hana uppátt og fáum ráðherra til að segja hana. Þið eru að velja að vera læknar, 30% ykkar þurfa að verða heimilislæknar, við ætlum að velja hvaða þjónustu við kaupum og við ætlum að kaupa þá þjónustu. Heimilislækningar af meiri hlutanum af ykkur, eða það að segja meiri hlutin verði heimilislæknar og hinir geta orðið allt hitt. Þora að segja þetta. Búið til brú, það hefur eflaust verið hugsað út í það, búið til brú fyrir aðra sérfræðinga til að verða heimilislæknar, við höfum alveg frábært dæmi að minnstakosti krabbameinslækni og fullt af öðrum sérfræðingum örugglega líka sem hafa konverterað yfir í heimilislækna. Ég heldur hafi allir þurft að fara alla leið. Það hlýtur að vera óþarfi. Það hlýtur að vera óþarfi að barnalæknir þyrfti að fara alla leið til þess að verða heimilislæknir, fara aftur í fullt sérnám. Við hljótum að geta búið til brú þarna. Það fullt af sérgreinum sem við eigum allt og marga sérfræðinga í og þetta vitum við. Og svo síðasti liðurinn í að fjölga heimilislæknum sem kannski óvinsælt að segja, en það og ég ætla mun segja það aftur þegar ráðherra hérna, því þetta líka til hennar, þetta á hennar borði, þetta búið að vera á borði ráðuneytisins mjög lengi og það að ráðuneyti greiði fyrir allar sérnámsstöður. Þetta skiptir máli, út af því að ef einhver segir hér, nei, þetta skiptir engu máli, heilsugæslan mín á nóga peningum, við þurfum ekki pening með sérnámslæknum, við viljum bara fá 5 sérnámslækna, þurfum engan pening með þeim, borgum þeim launin og ekkert mál. Þá þetta heilsugæsla sem ekki með neina lækna í vinnu. Af því að heilsugæsla sem með lækna í vinnu, hún með mjög dýran starfskraft í vinnu, hún á enga auka peninga. Hún á ekki að eiga auka peninga. Heilsugæsla sem ekki með neina lækna í vinnu, hún á fullt af peningum. Hún getur ráðið 10 sérnámslækna, það örugglega alveg til í það. En við vitum hins vegar alveg að þannig viljum við ekki hafa það. Við viljum hafa sérnámslæknana þar sem að sérfræðingarnir eru í vinnu, þar sem hægt að halda utan þá og þar sem hægt að sinna þeim vel, ekki þar sem við þurfum mest á þeim að halda til þess að framleiða úrræði eða viðtöl fyrir skjólstæðingun okkar. Þannig að þorum að segja það, pening með sérnámslæknanum og gefum þeim líka pondus þá til þess að ákveða hvar þeir eru og fara þangað sem best að vera. Eitt punktur þarna sem ég verð að segja, fjölga sjálfstætt reknum heilsugæslustöðvum og ég kannski gleymd að segja það, ég var fengin hér sem aðili í sjálfstætt reknum á sjálfstætt rekinni heilsugæslustöð, en þetta eru samt bara mínar skoðanir. Við vitum hins vegar að þegar þeim var fjölgað á sínum tíma, þá kom svolítið kraftur inn í kerfið og það hagur okkur allra að þessi fjölbreytni í rekstri, að við höfum möguleika á fjölbreyttum stöðum til að vinna á og mismunandi aðstæðum til þessi rauninni bara að skapa okkar starfsferil. Og líka fyrir sérnámslæknarnir okkar að sjá að það er ekki bara einn ríkismöguleiki, þannig að fleiri sjálfstætt reknar heilsugæslustöðvar. Þetta líka í stjórnarsáttmálanum og það alveg frábært. Þar stendur að það eigi að styðja fjölbreyttan rekstur, opinberan rekstur mest, en fjölbreyttan rekstur samt. Þannig að það vel. Ég held að megi alveg vera fleiri en 4. Við vitum að sjálfstætt reknu stöðvarnar eru vinsælar fyrir skjólstæðinga, þeir eru vinsælar fyrir starfsfólk, þeir eiga auðvelt með að manna sig og þeir koma vel út úr þjónustukönnunum. Síðasti punkturinn sem að verður að gerast, þetta það sem að verður að gerast, sjálfstæð miðlæg þjónusta. Og þetta eiginlega mitt svona mesta passionate mál, það 1700, það símaþjónustan, að hún verði algjörlega sjálfstæð miðlæg þjónusta sem svarar í síman eins fyrir allt landið. Hún það að sjálfsögðu í dag, hún svarar eins fyrir allt landið, svo eitthvað annað sem heitir einhvers konar þjónusta sem ekki eins, en það ekki símsvörunin.
Við þurfum til þess að úrræði fái öll við, erindi fyrir geði, fái öll viðeigandi úrræði, þá þurfum við þessa miðlægu þjónustu sem að hjálpa skjólstæðingunum okkar að ákveða hvert þeir eiga að fara. Ég ekki að tala danska formið ef einhver dettur í það, af því þá fyrir við alltaf í að þú standir handleggsbrotin fyrir utan slys og megir ekki fara inn. Við getum alveg búið til okkar eigið form á þessu, en á meðan að fólk ræður hvert það fer, þá fer það þangað sem opið. Og í dag það bara vaktþjónusta. Og það ekki besta úrræðið fyrir öll erindi. Þannig að styrkja 1700, setja fullt af peningi 1700, gera það að risastóru bákni sem að ræður öll á Íslandi. Það mín tillaga. Og svo síðasti punkturinn, rammagerðin. Ég var búin að gleyma rammagerðinni. Við vorum einhvern veginn bara þessi hópur sem að Gunnar stýrði, hann einhvern veginn tröllreið öllu, þannig ég var búin að gleyma að við hefum ákveðið að rammagerðinni til. En ég ánægð að heyra það. Mér finnst, það mín skoðun að Þ H eigi að vera rammagerðin. Þ H á að vera sjálfstæð miðlæg þjónusta sem hún vissulega með mikinn pondus, nóga fólki, nóga pening til þess að búa til reglur fyrir okkur hinn. Á meðan að það ekki reglur fyrir okkur til að fara eftir eða ráðleggingar hvernig heilsugæsla eigi að vera rekin, hverju eigi að sinna og hverju eigi ekki að sinna, að þá þetta voðalega erfitt. Og við bara eins og þau eru búin að benda hérna á, Ásthildur og Eyjólfur, við erum bara að sinna einhverju og einhverju ekki og það einhvern veginn engin almennileg samstaða. Léttfeitur Garðbæingur fær ekki sömu þjónustu hjá mér og hjá Gunnari og hjá Sigurdóru. Og það á ekki vera þannig. Hann á bara að fá svipaða þjónustu allstaðar sem nánast engin þjónusta. Hann á bara að fara einhvers staðar í einkareiki fyrirtæki og vinna á þessari fitussinni. Þannig að Þ H styrkja miðlæga þjónustu 1700 og Þ H. Hvað hægt að gera strax til að létta stöðuna? Hvað ég tíma? Ok, ég ætla ekki að fara í alla punktana hérna, en þeir eru hérna uppi. Aftur mitt svona alfa og beta að 1700 verði aðalstyrkurinn í að forflokka. Að þú heyrir í einhverjum eða skoðir einhvað á heilsuveru þar sem að þér ráðlagt hvað þú að gera. Áttu að fara á læknavaktina, áttu að fara á vaktina á heilsugæslunni þinni, þá þér vísað þangað. Læknavaktina, þá ferðu á lista yfir bara þá sem mega fór á læknavaktina. Slysó, sömulegis lista, að 1700 sé að forflokka fyrir allt. Og hérna, já, og bara, ég veit að það að setja pening í það til þess að gangi upp. Ég veit að gengur ekki upp í dag eins og 1700 ekki í dag. Erlendir Íslendingar, hvað frá þeir þjónustu? Þeir eru að nota óeðlilega þjónustu hjá okkur, dýra þjónustu, þeir eru að nota vaktþjónustu þegar maður verður latur á læknavaktinni og nennir ekki að sinna fleiri sjúklingum og dettur í það að lesa nöfnin á listanum, þá sér maður auðveldlega að það svona 1/3 sem eru erlend nöfn með íslenska kennitölu og það ekki í samræmi við hversu margir erlendir Íslendingar búa á stór höfuðborgarsvæðinu. Þeir eru ekki að fá upplýsingar frá okkur, þeir eru ekki að fá ráðgjöf, þeir eru ekki að fá leiðbeiningar. Þetta mætti laga og ég hefði potað í ráðherra hér því að hún var auðvitað landlæknir og hefði átt að vera með þetta í miklu betra formi. Miðlæg lyfjakort. Ef þið eruð ekki að gera miðlæg lyfjakort, hvað eru þið þá að spá? Þetta sparar rosalega vinnu og það rosalegt öryggi í miðlægum lyfjakortum. Og ég veit að þetta mætti svolítið andspyrnu þarna í upphafi, ég veit ekki hvernig staðan í dag, af því að allir skjólstæðingar heilsugæslunnar höfðu að eiga miðlægt lyfjakort. Ef þið ætla að segja mér að þetta alltaf að frjósa og þetta virkar ekki neitt, að þá bara right back at you, sko, það allt að frjósa í sögu. Það ekkert miðlægu lyfjakortin frekar en eitthvað annað. Þetta bara, þú veist, ónýtt tæki, en miðlægu lyfjakortin, hugmyndin frábær. Og þau eru að frjósa mikið minna heldur en þau gerðu þarna í upphafi. Það sem að skammarlegt og þetta hefði líka þurft að fara til fyrrum landlæknis að það var farið í að kveikja á þessari vinnu, búið til miðlæg lyfjakort á heilsugæslunni og svo var engum öðrum kennda. Landspítalinn og sérfræðingarnir á stofu urðu út undan og þeir eru alltaf að setja inn í þetta einhver óflokkuð lyf og þetta verður hálf svona ruslaralegt, en þetta samt betra heldur en gamla formið, miklu betra. Og ég ætla hérna líka bara örstutt að segja ykkur að við fórum í þá vinnu á Höfða eins og að í rauninni
eftirmynd Urðarhvarfs eða Borgarnes að loka fyrir endurnýjanir og sterk verkjalyf áramótin. Og við heldum auðvitað að það yrði erfitt og þetta yrði alls konar og við varum með alls konar móttökur tilbúnar og sér tíma í þetta. Það var ekkert erfitt af því að það áttu allir miðlægt lyfjakort. Þessi lyf voru ekki á listanum yfir endurnýjanleg lyf. Þannig að við höfum bara ekki þurft að sjá, ég bara held ekki einu sinni einn sjúkling í verkjamóttökun okkar. Ungbarnavernd, aðkoma lækna, þetta hefur verið rætt margoft og ég veit þetta eru litlar pillur en þetta skiptir samt máli, það er að spara fullt af klukkutímum hjá heimilislæknum með því að fækka þessum ónauðsynlegu skoðunum lækna á heilbrigðum börnum. Það eru engin vísindi á bak við þetta, það er búið að sýna fram á það. Það er einhver hræðsla að taka þessi ákvörðun og ég held að sé bara einhver sem þarf að taka hana sem að hefur ekki pondus til þess. Þannig ef að ráðherra geti sagt takið þessi ákvörðun, hættið þið að sjá 10 mánaða börn og 18 mánaða börn, hafið þið einhvern tímann greint eitthvað í þeim skoðunum sem að hjúkrunarfræðingurinn hefði ekki bara komið og náði í ykkur. Ég held ekki. Og ef þið gerðu það, hver gerði þá 3 mánaða skoðununa? Það var eitthvað gert vitlaust sennilega þar. Þannig að mér finnst þetta vera atriði líka. Heilsuvera, ég ætla ekki að eða púður í það. Ég hef rosa sterkar skoðunur á heilsuveru og rosa mikla reynslu af heilsuveru líka. Ég er bara að tala innsend skilaboð. Þetta er auðvitað rangt að skrifa þetta svona. Ég er bara að tala innsendu skilaboðin. Og ég var í vinnuhópa á mjög mörgum hérna nýlega á vegum Ísland.is sem ætlar að taka þetta yfir. Við þurfum auðvitað að passa að þetta verði lagað eftir þörfum okkar skjólstæðinga og okkar lækna eða heilbrigðisstarfsfólks sem vinnur með þetta. Ég veit að það er verið að fara að tala um þetta á eftir, það er AI svör við þessu og fleiri svona pælingar, en það besta sem hefur nokkuð tímann verið gert á minni heilsugæslustöð, það var að loka fyrir innsend skilaboð. Ég veit að það jók þar með þörfina fyrir ráðgjöf frá 1700 og það er vel, þar á hún að vera. Við notum heilsuveru gríðarlega mikið á minni heilsugæslu ennþá, þó það sé lokað fyrir hana og þetta er besta tæki sem ég hef fengið síðan ég útskrifaðist. Þetta er mest vinnusparandi fyrir mig af öllu síðan ég útskrifaðist 2014 en þegar ég nota það á mínum forsendum og sendi út skilaboð en er ekki að taka við þeim. Fleiri námskeið, frábært hjá Heilsubrú, alveg snillt þegar það eru til námskeið eitthvað sem að mér vantar að fræða fólk þau eru ódýr, þau eru stutt, þau eru utan vinnutíma og þau eru á netinu. Snillt. Ekki fleiri gæluverkefni, þetta var líka pilla til Ölmu, hún er að sjálfsögðu ekki eins og Svandís, þannig að hún er sennilega ekki að fara að opna kvennaheilsu í óþökk ráðlegginga frá Þ. H. En það var mjög skemmtilegt að sjá hvernig lípedema var að fara að hellast yfir okkur, feit læri var að fara að hellast yfir okkur sem nýr hræðilegur sjúkdómur og maður vissi ekkert hvað maður átt að gera og svo allt í einu púff og kom námskeið, farið á námskeið lípedema og þetta var bara farið og þetta mætti bara gerast með svo margt fleira, þannig að fleiri námskeið geggjað. TR-vottorð og tilvísanir burt, Gunnar er búin að tala um þetta, ódýr klósettpapír sem við erum að framleiða, og hann er ekki eins og góður, það er ekki gott að skeina sig með svona blaði og ég hef samt ekki prófað og við þurfum að segja Ölmu þetta, vissulega. Tæknin, já, ég er ekki alveg að vera búin, en ég ætla aðeins að fara yfir. Tækni nýtt til að létta pappírslífið, við væntanlega erum að fara að tala um það líka þarna, en ég hlakka rosa til að fá talgervilinn sem að hlustar á viðtalið mitt og skrifar það upp. Óviðeigandi verkefni fyrir heilsugæsluna og þarna er rammagerðin væntanlega eða Þ. H. að fara að koma sterk inn og segja okkur við ætlum að gera þetta, við ætlum ekki að gera þetta, við ætlum að gera þetta svona upp að þessu marki, þetta ætlum að gera fullkomlega, bara við fáum smá svona direktív hvað tilheyrir heilsugæslu. ADHD meðferð til dæmis er eitt af þessum dæmum, ég er ekki að stinga upp á það verið tekið af okkur, það verður aldrei og kannski er það í sem bestu formi núna, en Norðurlöndin er ekki með þetta inn á heilsugæslunni. Við erum ekki að sinna þessu vel, við erum bara pungut þessum lyfjum, við erum ekki að sinna þessu fólki, við höfum bara ekkert bolmagn til þess. Og Wegovy núna, að sjálfsögðu erum við í vandræðum með Wegovy því það var nýtt. Það er bara ekki nýtt lengur. Einhver verður að segja okkur hvar við eigum að stoppa. Og það er margt fleira á þessum lista. Ég hefði viljað benda ráðherra á kraftaverkastigann sérstaklega, af því að mér skilst að allavega í Danmörku þá sé bara vipplasáverki eða aftanákersla hluti af því að vera á lífi og ferðast í bíl. Og þú ert ekkert að reyna að sækja þér einhverja tryggingar þó þú lendir í því að fá hálstóknun eða eitthvað þaðan að minna eftir aftanákerslu. Við erum að eyða ómældum tíma í að skrá einkenni
og ég veit þið hefur öll hitt þetta fólk, ég er bara að koma til að láta skrá einkenni, mér var sagt að gera það. Ef þetta á að vera svona, setjum þá bara inn á Ísland.is eitthvað glugga, hér skráir þú einkenni eftir aftanákerslu. Það er bara mjög taglegu punktur. Næst, þriðja síðasta glæran, þurfum við mögulega að hugsa framtíðina upp á nýtt og Eyjólfur kom þarna með 1 punkt hvort við þyrftum að hugmyndafræðina, hvort við þurftum í rauninni bara að hugsa allt upp á nýtt. Ég er með nokkra punkta þarna, já við þurfum að hugsa samlag upp á nýtt, allavega tímabundið. Í dag eru cirka 40% Íslendinga sem eiga heimilislækni, þeir voru ekki sérvaldir í það hlutverk, þetta var lottó og það er ósanngjarnt. Og þegar við skoðum svo lífslíkur þeirra sem eiga heimilislækni þá er mjög ósanngjarnt að 40% Íslendinga hafi þarna auknar lífslíkur og engin ákvað neitt sérstaklega hverjir það voru. Ég veit að málastjóradæmið er mjög viðkvæmt og það er alls ekki allir sammála, en það var til dæmis sett gæðaverkefni af stað þar sem að við vorum beðin að skrá alla 65 ára og eldri á heimilislækni og það var gert allavega á minni stöð og ég held að flestum öðrum líka. Við getum verið sammála að það er hópur sem ætti að eiga heimilislækni. Þeir sem eru með langvinna sjúkdóma ættu það að sjálfsögðu líka þeir sem eru með þroskaraskanir eða taugaþroskaraskanir eða alvarlega geðsjúkdóma, þetta er allt fólk sem á að eiga heimilislækni. Mögulega verðum við bara að kyngja því að þetta verði að gerast og heilbrigð börn og feður þeirra eigi ekki heimilislækni. Kannski málastjóra, ég veit það ekki, ég segi eins og Eyjólfur, ég veit ekki hver skoðun mín er þarna, en þetta er allavega ekki í lagi eins og þetta er í dag. Læknavaktin, við eigum öll læknavaktina og ég þarf ekki að kenna ykkur neitt það, ég hefði vilja kenna Ölmu að læknavaktin er að sjálfsögðu bara að sinna vaktskyldu heilsugæslustöðvanna sjálfra. Heilsugæslustöðvarnir eru með vaktskyldu og henni er outsourcað til læknavaktarinnar. Frábært, gengur ótrúlega vel og gekk alveg stórkostlega vel. Núna er farið að vera erfitt að manna læknavaktina, svo bættust sérnámslæknin í hópinn og það gekk svona með naumyndum, þeir eru orðnir sérfræðingar og þetta er allt svona hangir og bláþræði. Ég ætla ekki að hvetja alla til að fara að vinna á læknavaktinni. Það myndi ekki parast við það að segja að það er of mikið að gera og við erum of fá. En ég ætla að segja 1700 á að forflokka inn á læknavaktina. 1700 á að segja, herru, þú eru að fara á læknavaktina, þú ert komin á listan. Auðvitað myndum við fá fullt af erindum sem að þyrfti ekki endilega læknisskoðun, en 5 ára gamla vartan og 3 mánaða gamli bakverkurinn myndu ekki koma. Og með þessu myndi bæði þurfa færri lækna til að sinna læknavaktinni og sumir myndu skila sér tilbaka. Af því ég veit að það eru einhverjir sem hættu bara hreinlega út af því að þetta er hálf fáránlegt, að þú megir koma þarna með allt og helst kemur með það klukkan 9:30. Þannig að laga þetta fyrir læknavaktina. Og ég ætla ekki að eyða púður í skyndimóttökuna en hún gæti sjálfsögðu orðið að raunveruleika ef að 1700 væri að forflokka. Aftur 1700 þjónustustýring, reka mig í burtu, já. Ég ætla að fara rosa hratt hérna, það er tveir óvinsælir punktar að ég verða að fá að enda, sko. Það er aðal hérna að láta ljós mitt skína, sko. 2 punktar sem eru óvinsælir, kannski fæ ég þá bara að tala þá í panel á eftir ef einhver vill heyra þá, en það eru þessi leiðindi sem eru myndgreiningar að eigin vali, þú kaupir þar sjálfur, blóðrannsóknir að eigin vali, þú kaupir þar sjálfur. Ég segi hættum að berja höfðinu í stein, hættum að þykjast að þetta verði ekki að raunveruleika, þetta verður að raunveruleika. Ef þú kaupir þetta ekki á Íslandi þá kaupir þetta bara í útlöndum og kemur með þetta bara á útlenskum pappír, á útlensku og það verður bara erfiðara fyrir okkur að lesa út úr þessu. Við erum frekar á undan þessari bylgju og búum til reglur þetta, búum til alvöru klíníska reglur hvað þeir að gera við svona rannsóknir og leifum þessum garðbæingum að kaupa það sem þeir vilja. Sama með lífstíðslækningar, þetta á að vera hjá einkaaðilum, landsbyggðin, Eyjólfur, sorry, fæ ekkert að segja landsbyggðina, en ég hef bara þá skoðun að við getum ekki treyst á að allir vilji búa þar, þannig að við þurfum að búa til aðstæður þannig að það sé öruggt að vera þar. Og það er búið að samþykkja léttar þyrlur sem að flytja sérhæfðan mannskap á staðinn til þess að veita góða bráðaþjónustu. Samantekt, þetta er það sem ég fór yfir og það sem ég langar að enda á, og kannski bara þarf ég að enda á því þegar að hún Alma er komin. Það er náttúrulega ósanngjarnt að sýna ykkur næstu glæru og Alma er ekki hérna. Ég eins og allir miðaldra heimilislæknar, ég var einu sinni í bjartasta vonin, nú er ég miðaldra kona sem þarf að finna mér einhvern til dundurs og ég sem sagt fór á námskeið í að lesa tarotspil.
og ég lagði tarotspil fyrir ráðherratíð Ölmu. Og þetta eru hennar 4 ár í ráðherrastóli. Þau byrja mjög erfiðlega, ekki illa en erfiðlega. Djöfullinn þýðir að þarna eru fjötrar og freistingar og hún þarf að finna þær og ákveða hvort hún ætlar að rífa þær af sér. Og síðan á öðru ári er hún með mikinn kraft, það er ás í vendi og eldi, það er kraftur og fullt af nýjum verkefnum og svo er hún drottning sverðs og sveinn sverðs síðustu árin sín sem þýðir frábærar hugmyndir, alveg stórkostlegar hugmyndir. Og eina sem að ég var óánægð með þarna er að það segir ekkert til það hvort þessar hugmyndir verða að veruleika. Kannski verður við hleypin í 4 önnur ár til þess. Herru, takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta og ég vona bara að þú verðir sannspá í þessari tarotlögn. Og ég bara bið ykkur að gera svo vel að fá okkur kaffi og spjalla og síðan byrjar næsti 14:40. Takk.
Jæja, gott fólk, þá fyrir við að halda áfram. Hvernig með Mike? Á ég að tala í þetta? Eða, já. Bara hallum við fram hérna. Þú þarft ekki, nei, sko, í raun og veru, hann svo vel, hann heyrist í þér alveg hérðan, sko. Ok. En þú getur verið, ef þið langar að vera eitthvað fyrsta, þá þessi. Og hvernig virkar það? Ríkir svona. Halló. Getur líka verið með hann. Halló. Flott. Já. Ég svo sem vanari þessu. Ok, það en viltu þá eitthvað að ég sé að færa glærur fyrir þig? Nei, ég get alveg komið tilbaka og potaði taluna. Það verður ekki hérna feedback á milli. Mér heyrist ekki. Nei. Svo sem, þú veist, við erum ekki búin að nota, við ætlum að nota meira bara í umræðunum. Já. En mér heyrist, þetta bæði kveikt á þessu núna, sko, þannig að þetta bara... Nei, ég er ómikið á yði, held ég. Ég er svo mikið á yði. Þægilega að vera bara að hreyfa sig. Þú tekið smá dansnúmer bara. Hérna, hvernig er þetta tekið upp? Nei, þetta í streymi en ekki tekið upp. Ok. Ég ætla þá að biðja einhvern að taka mig. Já. Myndirðu að taka þetta upp? Jæja, þá eru bara flesti búin að skila sér úr kaffi og enda allir spenntir að heyra frá björtustu voninni hér í dag. Hróðmar Helgi Helgason, sérnámslæknir. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Þetta nú stór orð, björtustu voninni. Ég vona að ég get einhvern tímann uppfyllt það. Heyrðu, hérna, já, ég heiti Hróðmar, ég sérnámslæknir, ég í Garðabænum og hérna ég líka búinn að stofna fyrirtæki sem heitir Muno, sem bara, ég nefni það á eftir. Ég ætla að biðja ykkur að ímynda ykkur eitt. Ímynda ykkur að þið eru með móttöku og þið eru að vinna allan daginn og þið eru að fylgja öllum nýjustu prótokólunum, þið eru að gera allt rétt, allt samkvæmt bókinni. Þetta, samkvæmt rannsóknum í Bretlandi, tekur breska lækna, heimilislækna, 27 klukkustundir á sólarhring. Þetta náttúrulega bara gengur ekki upp og þið kannist örugglega bara öll við þetta í ykkar starfi að við náum ekkert endilega utan þetta. En síðan stöndum við fyrir miklu meiri líka. Þjóðin að eldast, fjölbreytileikinn að aukast, við fáum ný og ný vandamál. En öll þessi vandamál eru líka tækifæri til þess að þróa nýjar lausnir. Þetta eina leiðin sem við mætum vaxandi þörfum að halda áfram að vaxa með þeim. Því framtíðin bara þegar komin. Ég að fara að segja ykkur frá fullt af hlutum sem hljóma bara eins og einhvers svona vísindaskáldskapur. En þetta í gangi út í heiminum. Þetta áskoranir sem við stöndum frammi fyrir, eins og ég nefndi. Hagstofa metur það að eftir 10 ár, það ekki langt í þetta, fyrir 20% þjóðarinnar yfir 65 ára. Við vitum öll að þetta eru þyngri sjúklingar með flóknari vandamál og við vitum að flöskuhálsinn til dæmis inn á spítalunum einmitt bara öldruðu einstaklingarna í okkar þjóðfélagi. Það skortur á lausnum nú þegar og þetta fer hratt vaxandi. Og ef þið sjáu þennan píramída, ekki hann þykkar á botninum heldur. Við erum með lága fæðingatíðni og þessi breyting í þjóðfélaginu mun gera það að verkum að ungt vinnandi fólk mun þurfa að sinna fleirum heldur við gerum nú þegar. Það datt út hljóðið í streymi, mér dettur í huga þessi út af þessu. Og
kommentaar í þetta? Getur sá sem að sendi Berglindi upplýsingar hljóð í streymi, það komið núna, heyrist núna? Það ekki komið? Nei. Það komið, ok. Þetta komið núna? Já, ok. All right. Ok. En segið, samkvæmt þjóðskrá og þá erum við líka með svo 18% erlenda íbúa hérna á Íslandi og alltaf sko 65% þeirra á sumum svæðum. Þetta er náttúrulega tungumála erfiðleikar og mikið af þessu fólki kannski hefur ekki alist upp og búið við þau fríðindi sem við njótum á Íslandi að vera með ungbarnavernd, vera með bara heilbrigðiseftirlit í skólum og annað. Og síðan 40–50% aukning á hjarta- og efnaskiptasjúkdómum næstu 10 árin samkvæmt tölum frá HÚ og hjartavernd. Þannig að við höfum enga burðir til þess að mæta þessu eins og staðan í dag. Ég heyrði að þessu með hjartabilunaraukninguna á fyrirlestir í Danish ráðstefnunni og sérfræðingurinn þar á spítalanum sagði, ég veit bara, heilsugæslan á eftir að þurfa að redda þessu. Eins og við þekkjum að þegar það engar aðra lausnir í boði, að þá þurfum við bara að redda máluna. Við erum seinasta víglínan. Þetta er annað vandamál sem ég hef tekið eftir dálítið sér fyrir heimilislækna. Ég hef ekki séð umtala þetta og ég ætla að kalla þetta væntinga og meðferð og sprenging. Og við þekkjum þetta til dæmis með Ozempic. Bara strax svo þetta til, þá fylgja væntingarnar. Allar sérgreinar að keppast við að búa til lausnir fyrir sína sérgrein. Og það ætlast til af okkur heimilislækningunum að við erum alveg bara up to date í öllu. Við erum að vera up to date í næringafræði, í nýjustu mataræðistískunum, hvað ungu kallarnir að gera í ræktinni. Það er mikið ætlast til á okkur. Og þetta upplýsingaflæði eiginlega bara ekkert hægt að mæta öðruvísi en að byrja að nota tæknina að valdefla gervigreindir. Og ég ætla að hvetja ykkur öll til þess að prófið að fletta upp með gervigreindum. Þetta er ótrúlegt. Þetta bara eins og oft áður að þegar search engines eins og Google kom, fólk vildi samt treysta bókunum frekar. En þetta öll sömu upplýsingarnar. Við erum að nýta það sem í boði til þess að reyna að valdefla okkur sjálf. Fólk, og því sjúklingarnir okkar að gera þetta. Ef þið heldur að Google sjúklingar voru erfiðir, bíðið þið að fá gervigreindu sjúklingarna sem vita bara nýjustu verkferðlana í einhverju bara mjög sérhæfðu máli sem við höfum ekki rekist á bara nokkuð tíman í okkar praktís. Hvað eigum við að gera? Við verðum að nýta þetta sjálf líka. Og ekki nóg með það sem ýtir undir þetta að DeepMind, gervigreindar forritið hjá Google, með AlphaFold. Og það sem þetta gerir þetta spáir fyrir með 98% líkum hvernig próteinsameindir falla saman. Þetta að verða í verkum að lyfjaiðnaðurinn að gefa í. Það veldisvöxtur á nýjum lyfjum sem að fara að koma á markaði næstu 10 árin. Þetta verður sprenging og við eigum að vita allt sem að gerast. En það ekki hægt. En það líka annað með þetta að það sem maður sér fyrir sér að allar þessar sérgreinar sem snúast að svona encyclopedic knowledge, það að bara vita hluti sem aðrir hafa ekki náð að lesa sér til Þetta mun verða úrelt að lokum. Þetta sem ég að tala núna, þessi upplýsingar, aðgengi sem sjúklingarnir með, sem við erum með, að sérhæfingin mun snúast miklu meira að þinni eigin persónulegu reynslu. Hvernig sjúklingar ertu búin að sjá eða ertu að gera eitthvað handvirkt. Og síðan stundum talað heimilislækna eins og það séu generalistar. Ekki, master, bara
hvað? Jack of all trades, master of none. En mér finnst það ekki rétt. Við erum sérfræðingar í að spurja réttu spurningarnar. Við erum sérfræðingar að fá fólk sem ekki búið að sortera á neinn hátt fyrir okkur fyrirfram og finna hvað að. Þetta nákvæmlega kunnáttan sem keyrir gervigreindir. Þetta nákvæmlega það sem skiptir máli. Hvaða upplýsingar skiptir máli? Fólk kannski skoðar sjálft, búin að reyna eitthvað, en þau eru með önnur einkenni sem þau vita ekki að skipta máli og þarna komum við inn. Það skiptir máli hver að nota gervigreindirnar. Og þarna eigum við að fara að taka þátt. En Ísland ekkert að sitja bara á höndunum sínum. Það eru fyrirtæki sem að verða til hérna á Íslandi. Ég held að þetta þurfa að vera það sem gerist, sérhæfðar göngudeildir fyrir sykursýki og hjartabilun. Við erum með eitthvað slíkt, en það ekki nálægt því það sem við þurfum að hafa næstu komandi árin. Við þurfum að hafa gervigreindir sem eru farnar að hjálpa sortera, sem hjálpa bóka fólk, sem gera forvinnu, sem eru jafnvel farnar að greina. Ég veit það hljómar skuggalega, en þetta þegar gert á bráðamóttökunni. Það eru gervigreindir sem lesa brotamyndirnar. Ef þau veist ekki að því. Röntgenlæknarnir eru farnar að nota þetta og gervigreindirnar eru með hærri accuracy heldur en röntgenlæknar. Þeir bara staðfesta svarið. Fjarlækningar verða líka framtíðin. Það bara of mikill tími sem fer í það fyrir fólk að mæta á staðinn og láta mæla sig. Það eru lausnir sem eru í vinnslu núna, Apple úr og slíkt. Þú veist, gögnin eru þarna til. Það þarf bara að virka gögnin. Þetta verður framtíðin. Og þarf þetta fólk þá að mæta á staðinn, ekki ef þetta minni átt á mál, ekki ef þetta þekkt. Þar kemur inn fjarþjónusta. Það þarf að byggja það upp. Þetta byrjað að gerast erlendis og við þurfum að mæta því líka. Vélræn læknisfræði. Hvað sjáum við fyrir ykkur? Þetta að gerast. Það eru til læknar núna sem stunda aðgerðir í öðrum löndum í gegnum fjarstýrð vélmenni. Ég sagði ykkur, þetta hljómar eins og vísindaskáldskapur, en þetta að gerast í alvörunni. Þetta framtíð. Gefið þessu 50 ár og við munum ekki þekkja umhverfið. Og svona færni, þið getið ímyndað ykkur, við verðum að breyta kerfinu. Það þarf að fara að breytast. En eins og segja, með Íslendinga, Keresis, allir þekkja það núna. Þetta, hver hefði spáð fyrir þessu? Bara eitthvað fiskihúð. Bara $milljarða fyrirtæki. 30% betri gróandi fyrir fólk með sykursýkisár. Sidekick Health, það byrjaði á Íslandi. Það komst ekkert áfram hér, en það komst áfram erlendis. Læknar í Þýskalandi getur núna ávísað Sidekick Health til sjúklinga. Það eru nokkur 100.000 sjúklingar sem hafa fengið því ávísað af því að þetta var við það mikinn árangur í fjarvöktun á sjúklingum með hjartabilun að þetta fékk medical license forritið. Þetta var bara medical grade inngrip að láta fólk fá þetta. Þetta verðum við að fá líka. Sínu prescribe. Þetta bara geggjað. Ef þið hafa ekki heyrt af þeim, það verkefni í gangi núna, bara prescribe.com, vísið til þeirra. Þeir reyna á höfðatölu til að fá sjúkratryggingar. Þetta sem sagt til þess að ráða niður tröppun á ávanabindandi lyfjum, en það eitt sem lætur mig bara kitla í puttana, þau eru alltaf líka að trappa niður stera fyrir PMR. Það væri geggjað. En þau þurfa okkar hjálp að komast þangað. Og síðan Össur sem situr þarna bara mjög látlaust hjá ölgerðinni. Össur, þetta sögusagnir, ég ætla ekki að lofa þessu, en það var á X-post Össur þar sem þeir voru að vísa því að þeir ætla að vera með nýtt á tæknisýningu í ár. Þeir gerðu samning við stórt gervigreindarfyrirtæki í Bandaríkjunum. Þeir ætla að búa til vélrænt hné. Prótesa sem vélræn, þar sem gervigreindin lærir inn á hreyfingar fólks til þess að vélinn hreyfist með þeim svo þau geta labbað eðlilega. Þetta bara eins og Robocop, skilji. Þetta klikkað.
þetta að gerast á þessu ári. Síðan ætla ég bara að vera skömmustu laus og tala mitt fyrirtæki, Muno, sem ég að reyna að koma á lagnirnar, en lenda á flöskuhálsi eins og margir, sem á að gera samantæktir fyrir ykkur. Bara íta á takkan, taka upp samtalið, íta á stopp, samantæktin tilbúin. Sjálfsögðu þurfa að fara yfir hana, en þetta mun spara ykkur tíma. Og hún getur líka túlkað. Ef manneskjan talar arabísku, ekkert mál. Talaði bara saman. Þannig, já, hvernig sé ég fyrir mér? 2060? Ég held að fólk verði að búið að átta sig á því að alvöru lýðheilsa er hægt að ná með því að fólk hafi bara hreinlega úr eða eitthvað slíkt sem vaktar. Gervigreindir geta vaktað þessar gagnaupplýsingar og kallað inn fólk sem þarf hjálp. Við getum vaktað nú þegar til dæmis í típu 1 sykursýki eru bara mörg 100 sjúklingar sem eru með bara símælingar á sykri og gervigreindin flaggar bara þá sem dett út fyrir og þeir fara til læknis. Allir aðrir bara halda áfram. Þeir þurfa ekki að mæta í reglulegt eftirlit þar sem ekkert gerist. Þetta eykur skilvirknina. Það eru komnir radarar í sumum stofnunum erlendis þar sem geta numið 2 millimetra hreyfingu. Hver þarf rápmóttu ef þú ert með þetta? Ha? Og það er hægt að nota þetta til þess að sinna öryggisgæslu. Og þetta getur mælt hjartslátt, öndunartíðni og ég veit ekki hvernig í andskotunum en blóðþrýsting úr fjarska. Hvernig virkar það? Ég veit það ekki, en það er búið að staðfesta þetta virki. Þú ert bara með radarskynjar út í endunum á herbygginu sem tekur lífsmörk. Hjúkrunarfræðingarnir þurfa ekki til lengur að hlaupa lífsmörk á klukkutíma fresti að biðja okkur að breyta fyrirmælum. Nei, þetta bara reddast. Vélmennin geta byrjað að hjálpa. Þetta byrja nú þegar við erum að taka blöðruhálskirtlana. Þetta eru vélmenni. Þegar maður hefur sitið í svona aðgerðum, þetta lítur út eins og þeir eru óperar einhvern svona körfubolta, en þetta er bara pínu lítið kirtil sem þeir eru að taka. Þetta er ótrúlegt að sjá þetta. Og ég veit að hann er kannski kontroversial maður, en Elon Musk og Neuralink, þeir á seinustu ári leyfðu mann með kvadriplegíu nota tölvu. Og þessu ári, í janúar, var maður sem gat ekki gengið, færum það á ný. Bara plant inn í heilan, þú getur labbað aftur. Þetta er það sem er að fara að gerast. Þetta er alveg lygilegt. Og eins og ég segi, ég var ekki með heimild á blaðsíðu og þeim var orðin alltaf löng, en þetta er allt, ég er ekki búinn að segja neitt sem ég er að skálda hérna. Ég veit það hljómar þannig, en þetta er klikkað það sem er að gerast. Tæknin með deepfold og allt annað og CRISPR og gena meðferðir. Á þessum tíma 2060, fólk þarf ekki endilega að búa með meðfædda gena galla lengur. Við getum læknað bara nánast hvað sem er örugglega í fremtíðinni. Það er örugglega þetta raðgreina krabbameinin og bara lækna hvert og eitt á sinn sérsniðinn hátt. Tæknin er dýr til að byrja með, en eins og við vitum hún verður ódýr. Og mér finnst að við verðum bara að byrja. Eins og ég segi, það skiptir máli hvernig maður tala við gervigreindir. Gervigreindir eru ekkert einstaklingar. Þetta er samt svo opuslega súrrealist að tala við gervigreind að maður byrjar að tala við það eins og einstakling og segja jú, and thank you og please. Það er mjög spes, en þetta eru bara verkfæri. Við þurfum ekki að óttast þau. Það fer eftir hvernig við notum þessa tækni. Eins og ég segi, við höfum allt sem þarf. Ísland er alltaf búin að vera opuslega sérstakt land. Við erum svo lítil, við erum svo smá, en við erum samstæðst í heimi. Við getum gert svo margt. Það er nú þegar tilbúið, allir eru með kennitölu, við erum með miðlæga gagnagrunna. En það sem við þurfum að breyta er kannski smá hugarfarinu. Af hverju erum við alltaf að reyna að laga eitthvað gamalt þegar hugsanlega þurfum við bara að byggja eitthvað nýtt. Þetta er eins og gamall bíll sem er búin að fara of oft í viðgerð. Kannski þarf bara að gera eitthvað nýtt frá grunni til framtíðar. Þannig að þetta er ekki neitt framtíð.
Þetta þegar komið. Takk fyrir mig. Þakka bara alveg kærlega fyrir þetta áhugaverða innlegg. Það verður gaman að heyra umræðarnar á eftir þetta. Það já. En sko, samkvæmt dagskráin okkar, þá næsta dagskrá, hún Alma Möller, heilbrigðisráðherrann okkar. Viltu fá einhverja, já, þá komdu bara, Geturðu gert það sem var síðast? Það sem nýjast? Það sem nýjast, veit ekki alveg. Ég ætla að fá hérna... Ég skil ekki þessa sín. Bergliðin. Þetta bara, hérna... Ekki einhver... Skjölin það ekki? Þú veist, þetta bara öll skjölin. Jú, nefnilegt maður geta séð hvað var síðast. Já. Einmitt. Það svo mikið á þessum köppi. Þetta hér, í sem 3 punktum? Options, properties, nei, þetta sannlega bara... Já. Ætlum að finna nýjasta skjali? Jæja, þá er tekning komin í lag. Komið sæl og gaman að sjá okkur öll. Og ég var svona beðin að hafa smá framsögu hérna og ætla að fara víðan völl og svona svolítið að horfa á stóru myndina, en ég ætlaði svona aðeins bara gamni að fara yfir leið mína hingað. Hún nú frekar löng, en ég útskrifað 88 og búin að koma víða við, sérfræðingur í svæfinga og gjörgæslulækningum og með doktorsprófi því og búin að vera yfirlæknir á kvensvæfingum, á gjörgæslu og svæfingum, en langmest á gjörgæslu og svona fyrst og síðast gjörgæslulæknir. Og þetta vakti mig svolítið, það var þýskur kollega sem sagði þetta. Intensive care units do too much, too late to too few. Og ég fór að skoða þetta og litast á gjörgæslunni á sínum tíma og sá að svona allavega 80% af sjúklingunum voru með sjúkdóma sem átti rekja til lifnaðarhátta. Höfðu ekki hreyft sig, höfðu ekki borðað hollt, höfðu drukkið of mikið og svo framvegis. Þannig að ég ákvað að læra lýðheilsu og fór í meistaraprófi í stjórnun og lýðheilsu hjá sem var nám sem Guðjón heitinn Magnússon stóð fyrir, mjög flott nám. Og hérna reyndi aðeins fyrir mér sem bara stjórnandi, var framkvæmdastjóri á sviði sem var með mörg hundruð manns og marga milljarða og það var auðvitað mjög gagnlegt. Svo ákvað ég að læra opinbera stjórnsýslu bara af því að í þessu stjórnunarstarfi á Landspítala var mjög mikil stjórnsýsla og svo eins og krakkarnir segja skeiða fyrir mig að verða landlæknir og þá kom þetta sér náttúrulega ótrúlega vel og svo bara allt í einu ég orðin heilbrigðisráðherra og
það var auðvitað bara tækifæri sem kom. Ég var svona aðeins byrjaði að hugsa pólitík að því að þegar maður er landlæknir maður nú með annan fótinn á nefndasviði Alþingis og allavega fældi það ekki frá og svo kom þetta tækifæri og eins og þið sjáið þá hef ég tekið þau. Ef það má lesa eitthvað út úr þessu þá það að ég hef gaman að læra nýtt, ég hef gaman að fara í próf og ég hef gaman að breyta til. Þannig að ég hef alltaf reglulega fært mig til og mér hefur þótt auðvitað mjög gott fyrir sjálfa mig en það líka gott fyrir starfsemina, sérstaklega eða ég að tala ef maður stjórnandi. Ég náttúrulega búin að vera stjórnandi síðan 1999 og það alltaf gott fyrir starfsemina að breyta til og ég nú bara eins og þessi kall, ég held ég sé með 5 háskólapróf en allir ég sé nú ekki hátt nú hætt. En það var gaman þegar ég var í þessari opinberu stjórnsýslu sem ég kláraði 2018. Það var móðir mín sem þá var 95 ára spurð hvernig það eiginlega dóttur sem að klára háskóla. Hún sagði, já, ég vona bara að fólk haldi ekki hún sé eitthvað treg. En ég ætlaði að byrja á því að tala áskoranir í heilbrigðisþjónustu og þær ærnar og eiginlega ærandi og við auðvitað að fást við aukna eftirspurn sem vegna öldrunar sem auðvitað ánægjulegt að við lifum lengur en vegna þessara langvinnu sjúkdóma og vegna þess að við sífellt að fá nýjar og dýrar aðferðir og lyf og þetta í kerfi sem að þegar aðþrengt fjárhagslega og það samkeppni peningana og nú síðast frá öryggis- og varnarmálum. Nú samfara skortur okkur sérhæft starfsfólk og ég alls ekki viss að það sé neitt að fara að lagast því að ef við horfum bara á hvernig vinnufærum mönnum fækkar, bara eins og við skilgreinum í dag, að þá erum við núna með, miðju öldina verðum við með 2 vinnandi á móti hverjum öldruðum sem hættur að vinna. Og samhliða umhverfið bara sífellt flóknara, erfiðara samhæfa það, gríðarlega kröfur frá notendum það endurspeglast í samfélagsmiðlum og fjölmiðlum og guð má vita hvað og svo þessar risa áskoranir sem loftslagsbreytingar en áhrif þeirra á heilsu verða gríðarleg og WHO hefur skilgreint loftslagsbreytingar sem mestu ógn við heilsu á þessari öld og sýklalyfja ónæmi líka og svo ófriður og stríð með alls konar afleitum afleiðingum. Þannig að heilbrigðiskerfi bara ekki sjálfbært að óbreyttu. Og hvað getum við gert? Það svona 2 risaverkefni sem að hvort sig náttúrulega hægt að tala eiginlega endalaust og það í fyrsta lagi að nýta þá fjármuni sem við þó höfum sem allra best. Þannig að við þurfum að fá sem mesta heilsu fyrir peningana. Hámarka virði þjónustuna. Virði við getum sagt að það sé árangur deilt með kostnaði, við getum líka sagt að það gæði deilt með sóun, það svona þægilegra þegar maður vinnur á gólfinu að hugsa þannig. Og ég held að séu mikil sóknarfæri í skýrari verkaskiptingu og samhæfingu einingarna okkar í kerfinu. Og við eigum auðvitað að hugsa það að eiginlega á hverjum degi erum við að gera eitthvað sem ættum ekki að vera að gera. Og ég bið ykkur að hafa það í huga því að það allir að velta þessu fyrir sér eins og choosing wisely í rauninni að vera krítísk á það sem við erum að gera og þetta þarf að vera bottom up nálgun og til dæmis Þjóðverjar þeir nálguðust þetta þannig að fá allar sérgreinar til að skilgreina einhver 5 atriði til að hætta að gera því að við erum alltaf að bæta við en við erum aldrei að hætta neinu. Og það til dæmis til íslensk athugun á sjúklingum sem voru í eftirliti vegna krabbameina og þeim munið að það var alveg svakalega illa mannað hjá krabbameinslæknum fyrir nokkrum árum og þá var minnkað eftirlit og það kom bara í ljós að sjúklingunum leið betur með það, bara sem eitt dæmi. Og við eigum líka að vera að hugsa, erum við ekki að gera eitthvað sem við ættum að vera að gera, sem væri mikið virði í. Þannig að þetta snýst náttúrulega bara að veita rétta meðferð á réttan hátt á réttum tíma. Og við þurfum að beina sjónum meira að gæðum og öryggi því að sú
þannig þjónusta í rauninni ódýrari. Það auðvitað bara dýrt að gera villur og mistök og slíkt og alls konar sóun sem í kerfinu. Við erum auðvitað núna mikið að spá í vottorðin og þið hafið örugglega mörg dæmi. Og svo þurfum við að efla hvers kyns nýsköpun og tækni og þar ég ekki bara að hugsa rafrænar lausnir heldur líka bara að breyta ferlum og skipulagi og samhæfa og færa til verkefni milli starfsstétta og við verðum bara að vera miklu duglegri við það. Það svolítið erfitt að fá stéttir til að gefa eitthvað eftir, en við verðum. Og þetta hérna kvót sem tileinkað honum Einstein, að það sé algjör bilun að gera sömu hlutina aftur og aftur og halda að við fáum eitthvað annað út. Og ég held að sé bara einsýnt að við verðum að breyta hvernig við skipuleggjum og veitum þjónustu. Svo hitt stóra málið í mínum huga, það að efla lýðheilsu og freista þess að minnka eða seinka eftirspurn eftir þjónustu. Og þar þurfum við að fara í grunninn og hugsa heilsuefling og forvarnir, hugsa að fá fólki til að hreyfa sig, borða hollt, sofa vel, hugsa andlegu hliðina og forðast áfengi og tóbak. Og við vitum þetta allt að þarna getum við náð gríðarlegum árangri. Og svo það framtíðin, það sem komin, ég sammála, ég veit ekkert hvað þið voru að tala hérna áðan, en framtíðin komin. Og það þá að nýta nýja tækni og nýja þekkingu líka í lýðheilsu. Það hægt að búa til upp til að gera það skemmtilegt að láta minna sig á hreyfingu og keppa við aðra og svo framvegis. Og þekking eins og erfðaupplýsingar, ég búin að sitja sem landlæknir sat í starfshópi nýtingu erfðaupplýsinga. Við erum náttúrulega með mjög góðar upplýsingar hérna á Íslandi svona actionable genotypes og við þurfum að nýta okkur þær en við þurfum náttúrulega að gera það þannig að virðið verði mikið. Við þurfum að nýta okkur gervigrein og síðan erum við stöðugt að læra betur atferli fólks og hvernig við getum haft áhrif á það og hegðun og menningu og annað. Og auðvitað eigum að byggja allt á gögnum. Við þurfum að efla mjög heilsulæsi þjóðarinnar. Helst myndi ég vilja byrja bara í skólum. Við þurfum að efla traust. Það nú reynda betra hér en víðast hvar þannig að fólk treysti því sem við segjum en treysti ekki einhverjum áhrifavöldum betur. Og ég myndi vilja sjá betri og meira samfellda tengingu, forvarna heilsueflingar og heilbrigðisþjónustu og ég veit alveg að það eru bara góð skref sem hafa verið stín í þátt með heilsueflandi móttökum og heilsubrú og svo framvegis. Og ég ætla bara að minna okkur öll á áhrifaþætti heilsu og veljeðnar að þarna í gula eru þessi lifnaðarhættir sem við flest getum haft áhrif á. Ég ætla samt að minna á að það ekkert allir í þeirri stöðu. Sumir fæðast inn í aðstæður þar sem þeir hafa ekkert stjórn á öllu þessu. Þeir hafa ekki efni á að kaupa hollan mat sem kostar jú margfalt meira en óhollur og svo framvegis. Nú síðan það tengslin og við vitum hver félagstengsl eru ótrúlega mikilvæg. Einangrun hefur sömu áhrif á heilsu og að reykja 15 sígarettur á dag, segir landlæknir Bandaríkjanna og það eru bæði geðrænveikindi, það heilabilun, það hjarta- og æðasjúkdómar og margt fleira. Svo eru þarna allar aðstæður í lífi, leik og starfi eins og húsnæði, atvinna, menntun og margt fleira og svo loks í græna í rauninni allar stefnur og aðgerðir ríkis og sveitafélaga. Þannig að heilsa þetta bara afurð svo margra ákvarðana og þess vegna fór ég í pólitík því að ég sá alveg að sem landlæknir hafði ég mjög takmörkuð áhrif en ég vonast auðvitað til að hafa meiri áhrif í gegnum þetta allt og við þurfum bara að hugsa heilsu í allar stefnu, við þurfum að gera lýðheilsumat og svo framvegis og svo þessi regnbogi, hann á að tákna jöfnuð því að þið vitið alveg að jöfnuður ótrúlega mikilvæg fyrir heilsu og þess vegna ég í samfylkingunni. Og það bara þannig að það eru allar þjóðir að vakna upp við þetta, að
lýðheilsa verður að komast á dagskrá og minn fyrsti ráðherrafundur var núna bara fyrirhluta janúar. Hann var haldinn í Pólandi af því að Póland fer með formennsku í Evrópusambandinu þetta hálfa ár og það var verið að tala lýðheilsu. Það eru allir búin að skilja hvað hún er mikilvæg og það eru allir að leita leiða, hvernig höfum við áhrif og þarna var til dæmis mikið verið að tala áhrif samfélagsmiðla og tölvunotkunar á börn. Þið hafið heyrt glænýja skýrslu sem að snýst hvernig stjórnvöld geta dregið úr áfengisneyslu. Þar eru okkar norrænu kerfi álitin fyrirmynd og svo framvegis. Og heilsa er jú það sem við öll metum mest. Það er búið að gera könnun á því að 80% okkar meta heilsu það mikilvægasta fyrir eigin lífsgæði. Og lýðheilsa eru þetta forsenda hagsældar og velsældar í samfélaginu. Ég meina, frískt fólk vinnur betur, frísk börn læra betur. Og við eigum ekki að hugsa heilbrigðisþjónustu og lýðheilsuaðgerðir sem einhverja eyðslu á fjármunum eða kostnað. Þetta er auðvitað fjárfesting. Síðan já, og ég var búin að nefna þetta með lýðheilsu, mat og allt það. Þá ætla ég aðeins að tala stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Þar er efst á blaði að ný ríkisstjórn gengur stíga til verka og það þykir bara í frásögu færandi. En við ætlum að hafa það þannig og höfum náð að hafa það þannig. En fyrsta verk er auðvitað að ná stöðuleika í efnahagslífi og lækka vexti og með því að bæta bara stöðu ríkisins þá fáum við auðvitað fjármuni til að láta til okkar taka í heilbrigðis- og velferðarmálum sem eru auðvitað ætlunin. Og hér er það sem snýr að heilbrigðismálum. Ég var sjálf í málefnahópi og það var auðvitað margt fleira rætt sem ekki rataði hér inn en ég ætla þá bara aðeins að nefna, ég með þetta á annarri glæru það sem þarna stendur. Það er samt að vekja athygli á því sem stendur neðst að áfram verður stuðst við fjölbreytta rekstrarform þó að þungamiðja þjónustuna verði í opinberum rekstri. Og við vitum það að kerfins okkar, þar sem er einn greiðandi og áhersla á opinbera rekstur, það eru bestu kerfin. Þau ná bestum árangri og kosta minna. Það er bara staðreynd. En þetta er það sem við ætlum að gera núna á næstunni. Það er þjóðarátak í umönnun eldra fólks því að við vitum það að þar vinnum við mest fyrir kerfið. Og eins og þá vantar okkur 700 rými bara í dag. Og síðan þurfum við að byggja 100 á ári næstu árin. Og auðvitað þurfum við líka að gera mjög margt fleira til að gera öldruðum kleift að búa heima sem lengst. Við þurfum að fara í heilsueflingu aldraðra að meiri krafti þannig að fólk haldi vöðvastyrk og jafnvægi og geti verið heimaþjónustu, dagdvalir og allt þetta. Og þið viti kannski að nú er félags- og húsnæðismálaráðuneytið er sem sagt með uppbygginguna en reksturinn verður áfram hjá heilbrigðisráðuneytinu. Og til að sýna hve okkur er mikil alvara þá er sérstök ráðherranefnd málefni aldraðra. Síðan er þjóðamarkmið fastan heimilislækni eða heimilisteymi því að þarna er bara ákall frá almenningi að hafa fastan tengipunkt við kerfið. Og ég mun ræða betur aðeins heimilislæknan á eftir. Við ætlum að stytta biðlista barna og þar er allavega ég búin að stíga ákveðin skref í að bæta inn í geðheilsumiðstöð varðandi greiningar og ADHD og einhverfus þar sem er svakalegu biðlisti. Við ætlum að styrkja þá þjónustu líka fyrir norðan og við ætlum að fara þar inn í líka með ýmsar rafrænar lausnir. Síðan er það aukið aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Við erum núna að verja 5% af fjármagni í heilbrigðisþjónustu í geð meðan Danir er með 10-12% þannig að þarna er bara mikil innviðaskuld og þetta erum við ekki að fara að gera akkurat núna. Þetta bara er verkefni þegar við erum búin að ná tökum á fjármálum, nema öryggisvistunarmál, þar sem einstaklingar eru hættulegir sjálfum sér og öðrum, það þarf að taka á þeim nú þegar og sú vinna er í gangi. Það sem við ætlum að gera núna í fjárauka á þessu þingi, það er að fjármagna meðferðarúrræði vegna fíknivanda, að bara styrkja þau úrræði sem eru til, stytta bið og passa að það þurfi ekki að loka neinu sumar.
Hér verða 350 milljónir, við erum búin að ákveða hvernig þeim verður skipt og það verður kynnt á næstunni. Svo er það þessi skriffinnska, við erum að rýna þessa vottorðaskýrslu og tilvísanir og bara margt í gangi þar. Og síðan er það jafn aðgengi að heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni og þarna er jú gríðarlega margt undir og ef við byrjum bara að tala heimilislækna þá vantar 200, við erum með 57 per 100.000 íbúa meðan hinn Norðurlöndin eru með 87 að meðaltali. Og ég veit ekki alveg hvernig dagskrán er hér á eftir, er pallborð? Já. Já, ok, já. Og þá getum við rætt bara, ég spyr ykkur, væri til bóta að fá sérnám í héraðslækningum, ég veit að búa ræðum það, ég veit ekki hvað lengi, en það er ekki byrjað. Væru læknar betur í stakkbúnir til að fara verið í fámennum héruðum ef það væri. Ráðgjöf fjarskiptalæknis held ég sé mikilvæg, sérmenntun fleiri heilbrigðisstétta, ég bara nefni hjúkrunarfræðingar, sjúkraliða og sjúkraflutningar menn eða fólk, en þarna er auðvitað margt fleiri undir. Við erum auðvitað að skoða efnahagslega hvata til að fá fólk til að setjast út á landi. Það eru undir námslán og skattar, það eru húsnæði, flutningar, leikskólapláss og fleira. Samgöngur eru heilbrigðismál og þessi ríkisstjórn ætlar að láta til sín taka þar. Við ætlum líka að bæta sjúkraflutninga. Persónulega vildi ég frekar að sérfræðinga fara út á land heldur fólk komi hingað og þarna held ég að ákveðið tækifæri í sérfræðilæknar samningunum hafi farið forgörðum. Fjarheilbrigðisþjónusta er klárlega eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í ferðakostnaði sjúklinga og ég spyr bara hvað segir þið. Og þetta er mælaborð hjá embætti landlæknis þar sem að þetta er kallað lykilvísar, ég komis á, vísar sem við getum borið saman við önnur lönd og þarna er þá mönnun heimilislækna. Og eins og við sjáum græna eru Norðurlöndin og við erum þarna með 57. Áhersluatriði eins og stendur, það er að kortleggja nýjar áskoranir varðandi lýðheilsu barna og ungmenna, þarna er mjög margt undir. Það eru samfélagsmiðlar, það eru nýja nikótínvörur, það er markaðssetning á óhollum mat, það er ofbeldi, það er mjög margt og þetta er ég búin að setja í gang. Við þurfum að endurnýja húsnæði, við þurfum að byggja á Hringbraut, við þurfum að byggja á SAG, við þurfum að ákveða hvað við ætlum að gera við Fossvog og Landakot, við þurfum að byggja undir geðþjónustuna og núna er akút að laga réttar og öryggisgeðdeild og fjölga þar plássum. Framtíð rafrænna kerfa, eins og þið vitið, þá er gríðarleg innviðaskuld í rafrænum kerfum. Við ætlum, ég og ráðherra nýsköpunar sem er Logi Einarsson, ætlum að halda nýsköpunarmessu eða mót eða hvað það verður látið heita. Ég ætla að hafa þetta nýsköpunarmessu en fékk að vita það að UT-messan er með einkaleyfi á orðinu messa og ég spyr bara hvað segir biskupið með því. Og ég er búin að biðja lögfræðibréf frá þessu fyrirtæki og ég ætla bara að segja það að þau eru með einkaleyfin á orðinu hátíðamessa í alvöru. Þannig að þetta er bara svolítið skondið. Við þurfum að skoða mjög vel netöryggismál, þau eru ekki nógu góðum horfum hér á Íslandi og hvað þá eins og heimurinn lítur út. Sama þar heilbrigðis viðbúnað, mönnun er auðvitað eilífðarverkefni og við þurfum að efla alþjóðlegt samstarf á mörgum sviðum. Við erum að láta skoða hvað eigi að vera á SAG sem varasjúkrahús, ég er nýbúin að setja það í gang og ég er líka að láta kortleggja þessa innviðaskuld sem er í heilbrigðiskerfinu. Samtök iðnaðarins er alltaf að birta einhverjar skýrslur innviðaskuld og þar skoðaði flugvöll á vegi og guð má vita hvað og fá út 700 milljarða en það er ekki tekið mið af þessari skuld sem er í heilbrigðiskerfinu, í mönnun, innviðum, húsnæði. Þannig að við ætlum að gera það í dauðatímanum. Svo erum við náttúrulega að byrja að skima fyrir ristilkrabbameini. Við erum búin að lækka verð í skimun fyrir brakkafólk og vonandi verður á næsta þingi talað einstaklingsmiðaða heilbrigðisþjónustu. Svo erum við með reglugerðarbreytingar og margt fleira og ég er með alveg fleiri glærur en er ekki búið með tímann? Já, þá ætlum ég bara að enda á þessu sem að sýnir
heilbrigðisútgjöld sem hlutfall af vergri landsframleiðslu og þannig erum við með 8,6 og hinn Norðurlöndin eru með 9,3 og 1% er svona 40 og eitthvað milljarðar og það er alveg samstaða það í ríkisstjórninni að það þarf að bæta í heilbrigðiskerfið. En fyrst og síðast auðvitað þurfum við að fara vel með fé og þess vegna er ég alltaf með það númer 1 en við vitum bara að við þurfum að bæta í. Og þingmáli mín þau eru 11, ég held sé búin að mæla fyrir 6 og 7. í næstu viku og þá ég eftir 2 frumvörp og 2 skýrslur og þetta er bara góður gangur. Þetta eru mál sem voru auðvitað þegar í gangi sum og auðvitað höldum við áfram öllu góðu og það er ekki allt mál ráðherra, þetta eru bara stjórnsýslan sem þarf að laga eins og fyrsta frumvarpið mitt, það hitti þannig á að það er snertimál sem ég vakti athygli á þegar ég byrjaði sem landlæknir, þá sá ég bara að var mjög margt enda þau lög frá 2007 og fyrir ráðherra var búin að fara með þetta tvívegis í þingið þannig að það var bara fyndin tilviljun að þetta var fyrsta málið. En við erum líka með, þetta er semst mál bara gögn og skilvirkni, lyfjaskort, sjúkratryggingar, til dæmis að stytta tímann þangað til að þú ert sjúkratryggður þegar þú flytur til landsins. Við erum með frumvarp skaðaminnkun og svo þingsályktanir hvernig við tökumst á við aukna byrði krabbameina, þið vitið allt það, og sýklalyfjaónæmi. Ég gæti alveg haldið áfram með rafrænar lausnir og alls konar en ef ekki bara láta staðan mér og það kemur þá kannski frekar í umræðu. Takk. Kærar þakkir Alma fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna og vera með okkur og við hlökkum rosalega til að eiga samræðurnar og umræðurnar og það sem við erum búin að vera að ræða hér í dag frá 1 er akkurat þetta, okkar hugmyndir sem rýma bara mjög vel við allt þetta og það er búið að segja hérna frá aðgerðarhóp Félags íslenskra heimilislækna sem hefur nú vakið smá athygli og er akkurat að reyna að benda á, þú veist, þessa sóun og hvar hægt er að bara mjög auðveldlega án þess að hafa áhrif á heilsu skjólstæðinga, þú veist, einfalda líf okkar allra. Og hér er búið að, þú veist, ræða mönnun og hvað er hægt að ætlast til af, hvernig getum við skilgreint verkefni eins og til dæmis heilsugæslunnar sem er náttúrulega gríðarlega umfangsmikið og heimilislækna og þú veist og í þeirri stöðu sem þar sem þú veist eins og þú varst að benda á, þú veist mönnunin er lítil, þú veist þá getum við kannski gert allt en þá er rosalega mikilvægt að gera einmitt það sem skiptir máli og skapar virði og ég held ég bara lýsi hér með yfir fyrir hönd félagsins að við erum boðin og búin að taka þátt í þessari vinnu, við viljum gera það, við höfum bara mjög sterkar sýn og margar góðar hugmyndir en mér langar svolítið að biðja hana Jóhannu Ósk sem var hérna áðan, hún var mér svolítið skemmtilegt innlegg sem að mér finnst eiginlega að þú verður að sjá þína ráðherratíð, hún spáði fyrir, hún lagði tarráttspil, það var svolítið synd að þú myndir missa því að sjá það. Og svo var hún með ágætis lista á sínum glærum sem ég held við ættum kannski bara að láta standa uppi aðeins svona til að byrja með. Og svo mjög fljótlega fáið þið hinn að komast að, þetta er bara, það má ekki hleypa mér í svona stöðu að sjá. Þá er það hér. Og talandi virði, þá náttúrulega er þessi bíddu. Já, ég þarf að setja þetta hérna, fyrirgefðu. Já. Sjá. Þessi glæra var líka góð sem eru vonandi engar fréttir fyrir þessar rannsóknir hvaða virði er í því að hafa fastan heimilislækni. Ég gerir ráð fyrir að þú þekkir það fyrst að þetta er á stefnuskránni. Hafi ekki lesið örugg skref Samfylkingar? Jú, akkurat. Já, maður segja, mjög ánægð með þetta. Maður segja að fara út úr þessu.
finna hérna þessa skemmtilegu glæru. Já. Já, ok. Já, mér er ekki alls varnað, Eyjólfur minn. Viltu ekki fara yfir listan líka? Nei, ef við ekki byrja þessu. Ef þú mátt gera þetta svo vilt, bara algjörlega. Hærðu, henni Ásthildi, frænku minni, fannst ég sem sagt ekki tala nóg lengi áðan og ég er ánægð með það. Ég er sem sagt eins og mjög margir hér í salnum líka að reyna að læra eitthvað nýtt, Alma, hæstvirtur ráðherra, og ég ákveða að fara að læra að lesa tarotspil núna í janúar og endaði fyrirlesturinn minn á að sýna þessa tarotlögn sem ég lagði algjörlega án þess að svindla. Þetta er gagnreynt, já. Ég vil meina að þetta sé í rauninni markþjálfi fortíðarinnar. Það voru tarotspilin. Og þetta er ráðherratíð þín sem að stendur þarna á töflunni. Þetta eru 4 ár þín í ráðherrastól. Þau byrja erfiðlega. Það eru fjötrar þarna og freistingar sem að þú þarft að finna og merkja og glíma við og leysa af þér þessar fjötrar. Ég held að þetta séu fjötrar fortíðar og það muni ganga vel því að á öðru árinu þínu farðu stórgott spil, mikinn kraft og öfluga hjálp við að hrinda af stað nýjum verkefnum. Þetta er rosalega stórt og flott spil og kraftur í því og síðari 2 árin þín að þá ertu að sömuleiðis með frábær spil. Þetta er mjög, mjög sterk lögn hérna. Það er drottningin í sverði og ungliðin í sverði og þetta eru hæstu spilin fyrir utan kóngin í góðum hugmyndum og góðum hugsunum og tillögum og bara ótrúlega flottar hugmyndir sem munu koma þarna og svo er bara spurning hvort þú nærð að hrinda þeim í framkvæmd. Þú vildir ég setti hérna klæruna líka? Við býðum aðeins með það. Ok. Já, býttu nú, það var Eyjólfur, var það ekki? Var það Jóhanna? Já, nei, það var Gunnar. Það var Gunnar, já. Gunnar var með flotta mynd. Herru, ég kannski heyrskinu? Sko, þetta náttúrulega býður alveg upp á þetta þarf ekki að vera ábúslega formlegt hjá okkur en ég held að sé kannski brágæta fyrirlesarar dagsins komi í þetta pallborð sem er búið að setja hérna upp. Svolítið leiðilegt að það er lægra heldur en þið öll hin, ég vona að þið sjáu þau. En ef ég má biðja ykkur og Alma og Gunnar og Eyjólfur og já, þú veist það er bara ágætt þannig að þið séð hér og getið skipst á með þessa mikrofóna sem eru þar. Síðan er náttúrulega hugmyndin eins og áður var sagt að við séum bara öll að ræða saman og gjarnan þið sem eru hérna út í sal að bara rétt upp hönd og hún Berglind ætlar að vera með hljóðnema og koma með til ykkar eða ef ykkur langar til að koma hingað þá er það allt í lagi. En sjáum bara aðeins hvernig það fer á stað. Ég vil segja ég stoppi af ef það verða mjög langar framsögur. En já, er einhver sem vil byrja á að taka orðið? Einhverja hugleiðingar sem hafa vaknað? Já, Sigríður Dóra. Sælverði. Sigríður Dóra Magnúsdóttir, heimilislæknir, forstjóri Heilsugæslunnar núna. Ég er ekki endilega með spurningu til pallborðsins, ég bara, smá tjáningur? Nei. Ég ætla bara að byrja að þakka fyrir málþingið, þetta er bara verið afskaplega gaman og afskaplega fróðlegt og þetta er svona erindin daldið sitt og hvað okkur svoleiðis og mjög fjölbreytt en það er náttúrulega það sem heimilislækningarnar snúast um. Ég misti því miður á Gunnari, ég var að harka niður í miðbæ og bætti við einum í hádeginu og svona við þekkjum þetta öll sem vel og það svona var ég og sein. En þeim tíma var líka vel varið þar en ég fylgist gjarna með. En það er eiginlega tvíþætt. Ég bara fagnaði hvað við veist umræðan verið almennt bara svona framsýn, við erum að stefna fram á við, það er hugur í fólki sem er bara mjög gott. Það er mikil ánægja heyri ég með upplýsingamiðstöðun og við erum líka mjög ánægja með hana þó að það er sjólega gríðarlega vaxtaverkir og bara rétt til að upplýsa fólk að það var sem sagt fyrir bara rétt ári síðan, gott það var bara ekki 1. mars sem að 1700 sími var færður alveg yfir til okkar. Því miður fengum við bara 60 milljóna af þeim 100 sem að læknavaktin fékk til að reka
17. síman, en við höfum vilyrði ráðuneytisins til að reka upplýsingamiðstöðin aðeins fram á sumarið og það í gangi bara öllum til samningaviðræður við SÍ þar sem verið að greina alveg nákvæmlega hvað verið að gera og allt þetta og hvað kostar það og það get ég upplýst á sem ekki alltaf við rekstri, það verið að sko mínútu greina símtöl hjúkrunarfræðinga bara og hvað kostar hver mínúta hjá hverjum hjúkrunarfræðingi. Þannig ég rosalega ánægð að hafa gott fjármálafólk við hliðina á mér, ég ekki í þessum mínútugreiningum. En þetta bara gengur út af þetta því það þarf að fjármagna þetta og það það sem máli snýst í dag og það bara mjög ánægjulegt að heyra að það ánægja með þjónustuna og vilji til að stefna fram á við því það vantar, það þarf að ákveða hvernig þetta fjármagnað og það ekki einu svona, það ekki til umræðu í dag í samningunum, það sem til umræðu bara hvað þarf til að reka og svo það ráðuneyti sem ákveður hvernig þetta fjármagnað. En einhvers staðar það peningurinn að koma og það bara þannig og sama hátt. En alveg hafa það skýrt frá okkur, við viljum hafa jafnræði, við viljum ekki sjá nokkurn mun og þannig það í dag. Það var bara í síðustu viku sem síðastu stöðum hjá okkur datt inn í þessa forflokkuna að setja bóka. Þannig það bara búið að vera að koma hægt og rólega og En þannig það þjónustu sem ekki boðið fyrir alla en öðru leyti fá allir náttúrulega sömu ráðgjöf en það væri það ekki sæmund öðru en allir fengi sömu þjónustu en það þessi bókunum og möguleiki sem ekki og sama við heilsubrúna sem hefur verið minnst á hérna aðeins, hún líka hefur ekki verið fjármögnuð, hún bara ekki jafn dýr, hún fjármögnuð að hluta, þetta ótrúlega flókið að greina þetta, hún fjármögnuð að hluta en auðvitað þarf þetta vera bara þjónusta sem aðgengileg fyrir alla og þar tegjum við okkur líka aðeins lengra en við viljum. En ég ætla ekki að þreyta ykkur á þessu, ég ætla bara að upplýsa að við viljum sjá jafna þjónustu fyrir alla og að allir hafi sömu þjónustuna. En rétt bara svona í lokin að fá að nota aðstöðu mína með smá atvinnuauglýsingu að því við vorum með rosalega flottan yfirlækni og upplýsingamiðstöðinni sem starfaði hjá okkur í allan vetur og gerði mjög gott. Svo fékk hún eitthvað tilboð sem hún gat ekki hafnað á 50 eftirmiddegi og kvaddi á föstudegi og farin. Þannig við erum að fara að auglýsa eftir nýjum yfirlækni og upplýsingamiðstöð Þannig ég bara benda á að það kemur mjög fljótlega auglýsingum mjög skemmtilegt og spennandi starf á upplýsingamiðstöð Heilsugæslunnar bara. En takk fyrir mig. Takk fyrir. Næstur Jón Steinar. Já, komið sæl. Ég þurfi ekki sína mig en bara östuð meira kannski komment eða kannski til þess að taka umræðuna að kveikja á mækju. Komdu bara hingað fyrst úr komin, þá gengur þetta allt saman mjög vel. Mér líður miklu betur hérna. Sko, að því yfirskriftin á þessu málþingi var vision okkar og ég nokkuð viss það að visionin okkar býsna skýr, ég held það allavega, og Hróðmar tók mig algjörlega úr sambandi hann var svo langt í framtíðina ég misti hann alveg jafnvægið, en það líka gott að hafa vision til mjög langar framtíðar, hann heldur fram með framtíðin sér komin, en ég veit það ekki. En minn punktur var þessi að þó höfum við vision til lengri tíma þá held ég að við séum stödd þar að við þurfum að taka visionuna niður í mission ætlunarverkið og hugsa ætlunarverkið til styttri tíma og ástæðan svo að eins og allir vita jafnvel þá að standi í stjórnarsáttmálanum allir hafa heimilislækni að þá hefur það ekki mikla þýðingu ef að hver heimilislæknir með 2000 eða 2500 manns vegna þess að það verður aldrei alvöru heimilislæknaþjónusta, það vitum við öll og ég veit að þú veist það líka Alma, það er ekki sama þjónusta og þannig að ég held að við þurfum að setja fókusin á það sem akút, hvernig getum við í raun og veru haldið haldið gæðum, haldið öryggi í þjónustunni með þann mannskap sem við erum með í dag og það eiginlega minn punktur og ég held að ég hef sagt það oft áður, ég held að við þurfum að hugsa annars vegar til hér hefur nefnt hugtakið sóun og það sem ég hef sagt það sem vinstra megin við okkur það sem ekki heilbrigðisþjónusta það bara eitthvað, þetta bara einhver ég ætla ekki að segja bullshit en þetta bara sóun, það vera eins og vottorðinu dæmum
við þurfum að losa okkur við það, við þurfum að fókusa á sóun og undirstrika það við ráðherra að mínum mati sjálfbærni hugtækið inn í heilbrigðisþjónustunni alveg gríðarlega mikilvægt í dag, þar sem við reynum að forðast sóun og hugsa sjálfbærni í þjónustunni. Og hitt það sem hægra megin við okkur, sem ekki endilega primary care. Það stendur endur í heilbrigðisstefnunni að það eigi að skilgreina hvað primary, secondary, tertiary care. Ég veit ekki til þess að svo vinna sig í gangi, en að mínum mati kom svolítið heldur áskorun til okkar, í þ.h. og svo rammagerðin svo kallar, sem FIH, að við þurfum einhvern veginn að fara í þetta, þannig að við getum í primary care sinnt með sómasamlegum hætti með þann mannskap sem við höfum, með gæðum og öryggi og vinnuumhverfi sem haldbært og sjálfbært. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Nú svínvirkar þessi mæk, en Alma ætlaði að fá að kommentera. Já, takk fyrir. Já, við erum náttúrulega með heilbrigðisstefnu sem var gerð í tíð Svandísar og bara fín, en hún algjörlega úr 30.000 fetum og bara algjörlega góð fyrir sinn hatt. En það sem að mér hefur þótt við eiga að gera og sem ég hef margoft rætt við fráfarandi ráðherra, það að við þurfum að lækka flugið og fara í einstaka sérgreinar eða þjónustuflokka og ákveða bara í fyrsta lagi hvaða þjónustu ætlar ríkið að veita og hvar. Og þetta erum við að byrja að gera. Við erum að fara í þetta í bæði geðheilbrigðismálum og í fíknimálum. Þá bara búið að ákveða svona vinnustofur og þetta ætlum við að gera. Við ætlum líka til dæmis að taka endurhæfingu. Ég ætla að gera endurhæfingu hátt undir höfði og endurhæfing verður efni heilbrigðisþings í ár. Og þarna ætlum við einmitt að því að endurhæfing, það endurhæfing að vera í prjónaklúbi eða leirkerasmíð, skiljiði. Við ætlum bara að finna hvaða þjónusta náttúrulega bara besta þjónustan, ekki fæst sem við gerum gagnreynt, en bara byggð á bestu þekking og reynslu og ríki verður að ákveða hvað þjónustu ætlar að kaupa, því að eftirspurnin endalaus og það auðvitað í heilbrigðisstefnu rétt þjónustu á réttum stað. Þú nefndir hvað getum við gert með mannskap í dag og þetta með háleita markmiðum að allir hafi heimilislækni, heimilisteymi, það langtímasýn og við vitum gjörsamlega að þetta tekur allavega 10 ár og sennilega lengur af því að okkur vantar það bara mikið upp á. En við þurfum, eins og þið eru að tala sjálf, við þurfum að hugsa virði, við þurfum að hugsa sóun, við þurfum líka að hugsa tilfærslu starfa og það eru aðra starfsstéttir sem geta gert mjög margt í heilsugæslu, til dæmis sjúkraþjálfarar með stoðkerfismóttöku og sálfræðingar sem fara beint í sálfræðings og allt þetta. Og þetta eru þið best í að skipuleggja og ég myndi segja að þið hefðu bara dálítið frjálsar hendur. Ég var á Hag daginn, heilsugæslun á Akureyri, ótrúlega gaman að koma, þau eru náttúrulega í nýju og glæsilegu húsnæði og búin að skipuleggja sig í teymi og bara sem alveg gengur gríðarlega vel. Og það líka svo ánægilegt að sjá þar, það hvað vinnuumhverfið, starfsaðstæðuna skipta miklu máli. Þau eru sem sagt bara mjög ánægð núna með aðstöðuna og starfsánægjan í könnun, hún svona hallatala. Þannig að þetta auðvitað alveg óbúslega mikilvægt og ég veit alveg að húsnæði víða ömurlegt og mann bara ofbýður sumstaðar það sem kemur. Þannig að þetta auðvitað, við þurfum að mennta fleiri, við þurfum að halda fólk í starfi og þar allt undir. Það starfsumhverfi með bara þessi vottorð og allt þetta og húsnæðið og mjög margt undir. Þannig að en þið eruð svolítið lykilaðilinn í það ákveða líka virði á þjónustunni og hafið bara mikið ykkar mál að segja. Virkar þetta? Þetta verður ekki langt. Ég kom seint að því ég var að koma af hugmyndarhraðalöpi og í nýsköpunarbraut Landspítalans núna og þú varst að tala jöfnuð og ríkisstjórnin tala jöfnuð, að það sem eykur jöfnuð og lífsgæði, við vitum það fyrst og fremst orka og það tæknin
Og það sem við stöndum núna fyrir hreinlega ný tæknibylting á sama máta og Industrial Revolution og bara þegar tölvur koma fyrst og núna gervigreindir og vandamáli sem við stöndum fyrir núna, þar sem ég er með gervigreindarlaust og ég þekki nýsköpunar fólkið og þennan iðnað, það eru allir sammála því að það eru flöskuhálsur sem allir reka sig á vegg að fá leyfi til þess að koma með lausnir. Mark Andreessen sem formaður stærsta tækniþróunarsjóðs, eitt þeirra í heimi, sagði það að hreinlega lög í Evrópu sem Ísland fer eftir eru að stöðva innleiðingu á þessum nýlegustu lausnum. Það er ákveðin hræðsla gagnvart þeim. Og vandamálið líka þegar tala kostnað, að kostnaður rekinn upp af því það engin samkeppni. Það sem það þarf að gera til þess að hleypa öllum að og fá fleiri í verkefni að létta aðeins á þessum hömlum og hleypa að bara tæknibyltingunni. Ég get sagt þetta, þessu forritarar, þeir geta fleygt saman lausnum svo hratt ef þeir fá bara leyfi til þess. Það sitja tilbúnar lausnir á borðum eða í skúffum sem fá bara ekki fara í vinnslu. Og við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hluti upp á nýtt, en svo með tilvísunarkerfi, til hvers þarf tilvísanir? Það líka hægt að því við notum miðlægi gögn með kennitölum, að það hægt að vigta kennitölum með alls konar upplýsingum sem væri síðan bara lesið annars þar frá. Það þarf ekki millilið. Þetta kannski pínu erfitt að koma þessi eina setningu, en það hægt að útrýma þessum hlutum. Það margt hægt að gera. Fólk á sín gögn, en það getur ekkert með þau gert af því það eru hömlur síðan á lausnum. Það krefst gagnaflæðis til þess að virkja gögnin. Ef þau sitja bara í öruggum pökkum á bakvið einhvers konar veggi, þá eru þau ekki að vinna með okkur. Takk kærlega fyrir þetta. Nú bara mælendaskrá algjörlega aðfyllast, alltaf vera vitlaust. Ég gerir mitt besta til þess að fara bara röðina og vona að þetta verði eitthvað svona samhengi í þessu. En Sigurbjörn, hann næstur. Heil og sælveri. Halló? Já. Heil og sælveri. Mér langaði bara svolítið til að... Viltu kynna þig aðeins fyrir okkur? Sælveri, Sigurbjörn Kristinsson, ég er sérnámslæknir í heimilislækningu á heilsugæslunni Sólvang. Mér langaði svolítið til að nýta tækifæri til að minna á 2 hluta sem koma upp á tali nokkuð reglulega, en mér finnst, málin hafa hreyfst lítið sérstaklega bara í svolítið langa tíma. Ég er menntaður frá Ungverjalandi, tók grunnnámið mitt þar og er með stórt lán á bakinu og margir kollegar mínir hafa líka svolítið nám í Slóvakíu og Ungverjalandi og fyrir utan Skandinavíu. Það eru 2 hlutir sem ég langar að minnast á. Í nágrannaþjóðum okkar og nágrannalöndum þá tíðkast það að styrkja til dæmis fólk og okkur vantar lækna í þessi nám. Og það er eitthvað sem ég hefði viljað sjá Ísland gera til dæmis, en ég býst ekkert við kraftaverkjum þar. En það er síðan annar hlutur sem ég heyri svolítið oft frá kollegum mínum, sérstaklega þau sem voru með mér á kandidatsárinu, að það er ekkert sjálfsagt endilega að kandidatsárið sé samþykkt í nágrannalöndum. Og þetta er svolítið stór sleggja fyrir fólk sem er að klára grunnnám, og ég er ekki bara að tala um heimilislækna, sem langar til að sækja nám erlendis í nágrannaþjóðum, og við mætum veggjum að því að okkar kandidatsnám, er bara í grunnlagt ekki samþykkt. Mér langar eiginlega bara svolítið að reyna að sníkja fréttir á þessum málum, hvort nálinn hafa eitthvað fæst eða eitthvað gerst. Takk fyrir þetta. Nú er þetta svolítið fyrirspurn til Ölmu eða hvað? Fyrir okkur öll, já. Ég hugsa þetta þannig að þetta sé okkur svolítið hjartans mál. Við erum að missa kollega okkar erlendis. Já, það er satt og það er nú búið að verið að setja nefnd, laggirnar nefnd ráðherra skipaði held ég, sem að snýst að laða kollega aftur heim. Þannig að það væri auðvitað verkefni að varna því að við missum það út líka. Ég veit ekki, er einhver sem getur kommentera sérstaklega á þetta? Já, Alma? Þetta með að styrkja fólk í nám, það hefur ekki verið rætt, en það er auðvitað verið að skoða þetta með að hjálpa til með endurgreiðslu námslána og það er þegar heimilt í lögum Menntasjóð námsmanna, en þetta er svo lág upphæð og þetta hefur ekki verið notað. Þannig að aðstofamaður minn sem er Jón Magnús Kristjánsson, læknir,
hann að reka þetta mál fyrir mig því að þetta þurfum við að vinna á móti ráðuneyti háskóla, þar sem Logi ráðherra. Þannig að þetta bara mál í vinnslu og með kandidatsárið og Norðurlöndin, þetta náttúrulega þeirra ákvörðun og ráðuneytið allavega mikið að vinna í þessu og ég að fara á norrænan ráðherrafund í apríl upp í Lappland ef ég kemst alla leið og þetta, ég mun taka þetta upp þar. Þannig að við höfum ekkert yfir þess að segja þannig, við verðum bara að reyna að tala á til og ég ætla bara að segja með hennan löðunarhóp, mér finnst þetta svo fallegt orð, að það eru sem sagt í tengslu við kjarasamningana, það eru 2 frá Læknafélaginu og 2 frá ráðuneytinu og þið vitið alveg að það ekki til neinn miðlagsskrá lækna erlendis eða hér, það bara engin heimild í lögum til að halda slíka skrá, en Læknafélagið veit auðvitað mikið þetta, þannig að það á að skoða bara þetta sem var með á einni glæru, hvað getum við gert og fara til útlanda og reyna bara ná í fólk. Þannig að mér langaði aðeins að bregðast við því sem Hróðmar sagði flöskuhálsa, að jú, það eru lög og það alveg rétt að evrópsku lögin eru strangari og það náttúrulega nýbúið að vera að ræða það og ég held hún von der Leyen sé með þetta bara ofalega að Evrópa verður að herða sig mjög í bara notkun á gervigreind og öllu þessu og þegar verið að spá í nýjar lausnir þá þetta ekki alveg einfalt. Það þarf að spá í númer 1, rafrænu lausnina, hún örugg og allt það, því að þannig eru þetta okkar viðkvæmustu persónuupplýsingar. Númer 2, það þarf að spá í umgjörð þjónustunnar, eru þeir sem ætla að veita hana til þess bærir og númer 3, virði í þjónustunni, því að ég veit alveg að sum lönd hafa lent í því að það komið á alls konar fjarlausnum þjónustu sem svo kannski ekki mikið virði í. Þannig að við verðum að passa okkur. Og mér fannst gaman áskildi nefna þetta hackathon hjá námsbrautinni og það til dæmis verkefni geðheilsumiðstöð barna, þar sem eru miklu biðlistar að hjálpa okkur með það. Af því að það svo mikilvægt að sé verið að leysa raunveruleg vandamál. Það hefur alveg brugðið við líka að einkaaðilar hafa komið með lausnir sem annarkvort ekki eftirspurn eftir eða ekki hægt að tengja okkar kerfi því að okkar kerfi eru náttúrulega eins og þau eru en við höfum mikinn hug á því að laga þau og koma upp svokallum fæjarstaðli þannig að aðilar geti tengst þeim. Þannig að við vitum af þessu öllu og bara reynum okkar ítrasta en aftur virði þjónustuna verður alltaf að vera efst á blaði. Takk fyrir það. Það Eyjólfur næstur. Já, heyrist í mér, takk fyrir það. Að fyrir þá sem að koma nýjir að skjánum með í salin, Eyjólfur Þorkelsson, framkvæmdastjóri lækninga á Heilbrigðisstofnun Austurlands, að munið eftir myndinni The Meaning of Life með Monty Python. Að það mjög eftirminnilegt atriði þar sem fæðing í fyrsta heiminum. Og það dregin inn stjóri sjúkrahússins og kona í fæðingu, það dregin inn fólkstjóri sjúkrahússins og hann horfir og segir "Oh, you got the machine that goes bing" og allt snýst það. Að ég efast ekki það, það margt hægt að gera með tækninni en það líka ótrúlega margt sem hægt að gera með þeim lausnum sem við höfum nú þegar. Og ég myndi frekar vilja sjá lágtækni lausn í dag heldur en hátæknilausn eftir 10 ár. Við erum með vandamálinu fanginu núna. Að ég verð bara að segja, vera hreinskilinn og segja, ég svolítið leiður yfir því að ráðstefnan hafi snúist framtíð heilsugæslunnar og við höfum ekki haft tækifæri fyrir núna í lokin til að tala við ráðherra heilbrigðismála. Að ég hlakkaði mikið til að hitta þig áður. Nei, ég ekki að gagnrýna. Ég bara segja, mér finnst það leiðinlegt. Heyrðu, já. En já.
Ég heyri að mín sæng uppbreytt. Já, nú bara mælendaskrán orðin svo löng. Ég held að ég þurfi að taka þessi stjórnartaumana og bara reyna að stoppa af lengur en 90 sekúndna ræður. Nei, sko, ég veit ekki hvernig þú varst boðið á fundin, en það var þá bara kannski misskilningur að við héldum að þú yrðir lengur. Nei, akkurat, nei. Ég veit það, akkurat. Þannig en við bara mjög þakklátt fyrir að þú hafi gefið þér tíma til að koma og sitja hérna með okkur fram á kvöld. Við verum hér til 9. Nei. Herðu, nei. Já, þetta allt í lagi. Þér eru ekki haldið í gíslingu hér lengur en til 4:30. Nei, og ekki í gíslingu. Það bara mjög ánægilegt að þú sért hérna. Jesús. Eyjólfur, skammast þín. Heyrðu, þá það næstur Þórarinn Ingólfsson. Þeir eru bara svolítið tregir að taka við sér, svo kviknar á þeim. Ég ekki að fara að halda neina ræðu, ég skal bara tala. Ég með 4 spurningar, minni mig. Það eru allar til heilbrigðisráðherra. Sko? Til hamingju með starfið, Alma. Aftur. Fulli virðingu fyrir ykkur hinum. Fyrst, ertu með planum að fjármagna sérnámið að fullu í heimilislækningum og þá hvenær? Tímasett áætlun á því. Nú hefur sýnt sig bæði að það er ekki góð reynsla af þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu undir heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þetta þarf að vera sjálfstæð stofnun og hefur alltaf verið á stefnuskrá FIH að þetta ætti að vera óháð stofnun sem að tæki einungis afstöðu til heilsugæslu atriða á faglegum grundvelli og fyrir allar heilbrigðisstofnanir og alla íbúa landsins. Hvað var að þriðja? Já, upplýsingamiðstöð, upplýsingasími sem að núna hvort þú sért með plönum að gera það batteri að sjálfstæðri stofnun svona í ætt við 112. Ég held að það og hún Jóhanna færði góð rök með því og í 4. lagi ertu með plönum að sameina heilbrigðisstofnanir á Íslandi eins og gert var 2014. 4 spurningar. Þú reyndar slepptir, já, það eru áform að fjármagna sérnám. Það er verið að vinna fyrir mig kostnaðaráætlun og eins og ég sagði í byrjun þá er fyrsta máli að þessari ríkisstjórn að ná tökum á fjármálum því að við verðum að eiga peninga til að geta eitt. Þannig að það bara ræðst af því og eins og ég sagði þá er engin stór fjárútlát á þessu þingi. Það eru fíknimálin, það er fjölgun lögreglumanna og kannski kemur eitthvað fyrir börn með fjölþættan vanda en annað býður. Þannig að þetta ræðst alltaf árferði, ekki góð reynsla af þ H. Nú þekki ég þetta ekki en ég er þegar búin að biðja forstjóra að fá að koma þangað í heimsókn og kynna mér starfsemina. Þú nefndir hér 2 nýjar óháðar stofnanir. Nei, þessi ríkisstjórn er að sameina stofnanir því að við erum allt of lítið land til að dreifa kröftum og mikið og þeir eru farin að búa til stofnanir, það er bara óhagkvæmari í staðin fyrir að reka þær saman. Ég stóð alltaf í þeirri trú að þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu hefði verið búin til þess að vinna að samræmingu, gæðum og framgangi heilsugæslu á landsvísu og þannig myndi ég vilja sjá það. Þú spurðir hvort upplýsingamiðstöðin ætti að vera sjálfstæð stofnun. Það fæ ég heldur ekki séð, það er bara mjög ákveðin stefna og endurspeglast í tillögum hagræðingarhópsins að það verði engar minni stofnanir. Þannig að þar voru mörkin sett við 50 að sameina heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni. Það er ekki á teikniborðinu eins og en í framhaldi af þessum hagræðingartillögum. Það eru semst bara tillögur hópsins, það eru ekki tillögur ríkisstjórnarinnar. Nú fara þær bara inn í ráðuneytin og það verður unni með það þær. Við höfum alveg hugsað alls konar en það er ekki búið að ákveða neitt sem að ég vil tala um hér. Takk fyrir það. Þá er Lilja Sigrún næst. Jú.
Heyrist núna? 1, 2, 3. Hvað segir þið? Takk fyrir góðan fund. Mér langar að byrja því að þakka fyrir þennan fund og vekja athygli á því hvað heimilislæknar og Félag íslenskra heimilislækna hefur stutt vel við þróunarverkefnin. Ég í aðgerðarhópnum og hef mjög gaman af því. Mér finnst alltaf skrítið þegar svona verkefni sem eru svona mikilvæg þurfa að vera í sjálfboðavinnu fólks. En það þýðir að það ekki verið að forgangsraða þeim og það þá bara umhugsunarefni. Ég held að við þurfum kannski aðeins að hugsa til þess að sko sérna heimilislækna að það bókstaflega bjargaði Landspítalanum með mönnun deildarlækna í mörg ár á tíma sem að þeir voru algjörlega á hliðinni með mönnun og núna þarf að styðja við sérnámið áfram svo að við náum að manna og okkur vantar þarna aðgerðaáætlun, okkur vantar plan það hvernig við ætlum að ná úr 200 í 400 og þegar þessi 400 koma þá skal ég þá býð ég upp bólinn fyrir aðgerðarhópinn sem að við byggum okkur til. Erindi mitt að öðru leyti kannski bara að minna á og kannski svona sértækara varðandi það að það þarf að skapa aðstæður fyrir okkur heimilislækna til að koma að verkefnum og miðlæga lyfjakortið og uppfærsla kóðunar eru svona sorglega dæmi mjög illa útfærð verkefni faglega þar að segja og svo náttúrulega sjúkratryggingar og þeirra tilvísana blæti náttúrulega bara grátlegt. Það voru 5 svoleiðis beiðnir á veggnum hjá mér núna. Ég veit ekki alveg hvort ég kærði ef ég myndi bara senda þau fram í afgreiðslu tóm og leyfa fólki að fylla út sjálf. Einhver farin að gera það? Af því við tölum þetta eitthvað í aðgerðarhópnum. Við náttúrulega búin að þurfa að tala svolítið svona breytt þar. En nýjasta útspili á sjúkratryggingum þetta nú megum við ekki senda í röntgen á þess að skrá ECT-greiningu á vottorðið. Ég skrifa náttúrulega bara ECT-greininguna observation eða eitthvað eða heilbrigður með áhyggjur af heilsu sinni. Þið vitið. Það þarf einhvern veginn alltaf þegar það kemur beiðni þá þarf að vera einhver bremsa sem tekur við erindinu og segir býttu þetta til bóta, af hverju erum við að þessu? Og ég held að sko í þessum hópum sem hafa verið að tala hér þá bara þvílík þekking. Það þarf að veitinni farveg. Takk. Takk hérlega fyrir þetta. Gunnar Þór var búinn að biðja orðið. Sælama, ég heiti Gunnar Þór Kjærsson og heimilislæknir á HSS og ritari í FIH og ég líka í aðgerðarhóp heimilislækna og mér langaði svona stuttlega bara að leggja inn góð orð til þín. Aðgerðarhópurinn var raunveru stofnaður út af við okkur fannst við ekki komast áfram. Við náðum ekki þessu samtali einhvern veginn við stjórnvöld til að koma þeim breytingu sem okkur þóttu mikilvægir í framkvæmd og þá var niðurstaðan einhvern veginn þannig að við þurftum svolítið að taka svona ráðin í okkar hendur og þú örugglega manst eftir eða vonandi þegar við reyndum að koma þessum tilvísunum fyrir kattana sem því miður hefur ekki alveg tekist ennþá. En við erum svo sem búin að hittast stjórnin og stjórnin hefur hitti og ráðuneytið og því miður komst ég ekki á þann fund en ég held þessi mikilvægt að halda þessu samtali áfram og því að við erum svo mikið að vilja gera til að hjálpa þér í þessum verkefnum sem eru framundan og vonandi með sem minnstu móti það sem við þurfum að fara í einhverja innliða aðgerðir því að ég held að sé markvissur að við komum okkur öll og náum að hjálpa þér í þeim verkefnum og svona af því tilefni þá langar mig til að gefa þér eina gjöf. Takk hérlega fyrir þetta. Já, það eiginlega... Já, ég þakka bara kærlega fyrir. Þetta bara mjög smart og og ég nota þetta nú sjálf, hvort sem trúið ég ekki, þá segi ég nú reyndar alltaf að ég vil að fólk fái meiri tíma með sjúklingnum heldur en tölvunni, en jú, það eru pappíra líka og það verið að útrýma þeim. Það nú sér hópur í því að útrýma pappír og við erum í alvöru í vottorðunum og tilvísunum og öllu þessu dóti og svo langar mig bara að bregðast við þessari
með þess sem Lilja Sigrún nefndi með þessa röntgen hérna, ég náttúrulega bara kom að fjöllum og sá að það var forverum minn sem skrifaði undir þetta og það kom erindi frá heimilislækni nýlega bara í gær og ég bara með helvitis reglugerðin í töskun og ætla að lesa hann með helgina. Það hljómar mjög vel. Næsta hún Ingibjörg Heiðdal. Já, hann bara virkaði strax, ég bjóst ekki við þessu, mikrofóninn það að segja. Ég heiti Ingibjörg Heiðdal, ég umsjónarsérnámslæknir í sérnáminu í heimilislækningum og starfa á heilsugæslunni í Garðabæ og svona á mínum loka dögum í þessu 5 ára sérnámi og bara stolt að segja frá því og þannig að mér langaði svona aðeins bara að heyra svona því að það búið að tala ansi mikið og einmitt kannski leitt að því að mér þykir leitt að taka einhvern út fyrir svega, mér finnst alveg frábært að hlusta þig, Jóhanna, og þína framtíðarsýn og bara ótrúlega margir góði punktar sem ég held að sé kannski bara mikilvægt að Alma fái að heyra eða fái kannski að sjá glærurnar eða eitthvað svoleiðis að en þú veist varðandi þessa framtíðarsýn sem að við viljum öll að allir fái fastan heimilislækni að ég er búin að vera í þessu sérnámi núna í 5 ár og það er búið að vera krefjandi tími í heilsugæslunni og í rauninni hefur okkur örugglega bara fækkað ef eitthvað og alltaf tala þetta verður betra og sérnámið er svo frábært og okkur er alltaf að fjölga í sérnáminu sem er vissulega rétt og við erum komin yfir 100 í dag, ég man ekki hvað voru mörg þegar ég byrjaði en ég hef svona reynt að benda það já en það er ekki sjálfgefið það er ekki sjálfgefið að okkur halda áfram að fjölga og við þurfum að halda vel á spöðunum ef við ætlum að halda þessu og halda fólki í þessu sérnámi og auka áhugann á því og þannig að þú veist, mér langaði svona að því að þú veist og kannski beint í þín Alma þú veist að tala þetta framtíða markmið að allir fá fastan heimilislækni þú veist, eru þið eitthvað farin að hugsa hvernig ætlið þið að ná því nákvæmlega þú veist og þá með sérnámi hvernig ætlum við að lokka fleiri inn í sérnámi hvernig ætlum við að halda fólki í sérnáminu að því eins og Jóhanna benti á þú veist það þarf kannski að fara að hugsa eins og maður hefur heyrt umræðan í Svíþjóð og svona þú veist hvað þarf stór hluti af árgangi að fara í heimilislækningar og þurfum við kannski að stíga einhver markviss skref í því að kortleggja svolítið hvað þurfum við marga sérfræðinga í hverju fæi því að hingað til á Íslandi þá er þetta bara vilda vestrið og við erum bara heppin ef einhverju sérfræðingar skila sér heim í einhverju fæi og mér finnst í rauninni alveg magnað hvað við eigum marga sérfræðinga þegar það er enginn sem er að pæla í þessu og ég saknaði svolítið á Íslandi komandi, þú veist, ég lærði í Kaupmannahöfn, var læknadeildin þar og ég lærði líka í Bandaríkjunum og bjó í Þýskalandi og hafa alist upp í danska kerfinu að þá eru heimilislækningar sko, þú veist, það var eitt vinsælasta sérnámi, þú veist, bara 50% af mínum árgangi í Kaupmannahafnarháskóla ætlaði heimilislækningar og það var mjög eftirsóknarvert en ég hef ekki ennþá hitt íslenska læknanema sem segir strax að hann ætla að vera heimilislæknir og ég held að við þurfum líka þú veist að gera svolítið átak í læknadeildinni að kynna íslenska læknanema meira fyrir heimilislækningum og gera þetta spennandi og áhugavert og þannig að það er ýmislegt hægt að gera en ég bara svona velti fyrir mér varðandi sérnámið þú veist hvað ætlum við að gera til að viðhalda því og styrkja það áfram og ég er ekki bara að tala um pening ég er líka bara að tala þú veist til að fá fólk inn í þetta fag sem er svo sannarlega skemmtilegt. Takk hérlega fyrir þetta. Ég vil nú gefa Ölmu smá ráðrúm til að bregðast þess við, en ég ég verið bara eiginlega loka mælendaskrá af því að tíminn, hvort þið trúið eða ekki, flýgur. Ég átti nú eftir að svara þér fyrirgefðu, en ég held að væri bara fín hugmynd að við höfðum reglulega fundi saman og svo megið þið gjarna að senda mig glærurnar og ég mun skoða þar. En Ingibjörg, þú talar sérnámið og aftur, þið hafið þetta mjög margt í ykkar hendi eins og að lokka aðra læknanema, að lokka þá í ykkar sérnám. Við vorum mjög markviss í þessu í mínu fagi, svæfinga- og gjörgæslulækningum, að rekrútera fólk og það er bara mjög margt hægt að gera í því. Við auðvitað erum ekki búin að sjá til boss í því að allir fái heimilislækna eða heimilisteymi. Við erum ekki bara að tala um lækna, heimilislækna, því að við vitum að þetta mun taka tíma. Þannig að alltaf skástrík heimilisteymi og það eru bara teymi á hag og bara virka vel. En að ákveða hve margir sérfræðingar eru í hverju fagi held ég að sé erfitt að handstýra því, en auðvitað er gott að hafa einhver viðmið og auðvitað er það vinna sem er í gangi, þessi mönnun til framtíðar og það er auðvitað búið að gera
eina mönnunarskýrslu, en fyrst og síðast auðvitað þurfum við að passa að eins og heimilislæknar sé bara að gera það sem þeir eiga að vera að gera og aðrar stéttir séu, það sé alla stéttir að vinna svona on top of their license, og ég held að það sé bara algjörlega byrjunin, en það þarf líka að mennta fleiri heimilislækna, ég held að það sé ekki spurning. Og svo skulum við ekki gleyma því hve margir læknar eru erlendis. Árið 2019 þá var í fyrsta skipti jafnmargir að útskrifast erlendis eins og hérna heima. Og það svolítið kannski óbláður akur og liður í þessu löðunarverkefni. Þannig að það auðvitað aldrei hægt að svara öllum svona spurningum, hvað þá eftir 2 mánuði í starfi, en við erum með þetta allt á radarnum. Frábært að heyra það. Þá Jóhann Ósk næst. Já, takk fyrir. Fullt af því sem ég langaði að segja búið að koma hérna úr salnum, en það var margt sem að ég hafði að segja í dag sem að var mikilvægara heldur en tarotlögnin, þó hún hafi verið mjög mikilvæg líka. En hérna, eitt af því var einmitt áskorun til þín, að því að enginn hefur þorað að segja við þurfum að 30% útskrifaðra lækna séu heimilislæknar, að það hreinlega áskorun þín til að vera sú kona sem að gerir það og þorir að segja það. Ég færði líka góð rök fyrir því að það að borga með sérnámsstöðunum, það gæðaverkefni, af því það stýrir því hvert sérnámslæknarnir fara, það stýrir því að þeir fara á bestu staðina og þar með verði sérnámið sterkara og öflugra og vonandi vinsælla. Þannig að það eru góð rök sem að fylgja því. Peningarnir eru alltaf að koma frá skattgreiðendum, alveg sama nákvæmlega úr hvaða vasa þeir koma síðast, þeir eru alltaf að koma úr sama vasa á endanum. Eða sem sagt upphaflega þeir úr sama vasa, ef ég má snúa þessu við. Eitt þarna sem Sigga Dóra var að segja, ég ætla bara að taka undir það, að ég lagði mikla áherslu á að 1700 yrði eflt, af því að þið eru með að markmiði að erindi fái rétta úrlausn og það verður aldrei nema að einhver stýri hvert erindin fara. Þannig að 1700 væntanlega þarf alveg sama hvað við lítið af peningum, meiri pening og meiri styrk. En auðvitað einhverja hérna, það þarf að vera einhver skoðun á því hvernig þeir peningar eru notaðir að sjálfsögðu. Og síðasta sem ég ætla að fá að segja, reyndar ætla ég að svara þér, Lilja, með tómi vottorðin. Við fórum mjög langt með þetta á Höfða, við vorum búin að prenta þau út og við vorum komið með SI á bakið á okkur, þannig að enginn, ger ég ráð fyrir, hefur þorað að setja tóm vottorð í afgreiðsluna. Það var alveg komin aðfinnsla áður en við gerðum þetta raunverulega. Þú sagðir sjálf, við höfum þetta í hendi okkar, þið ráðið þessu, við heimilislæknar. Nei, þú veist hvernig við svona, hvað við gerum á gólfinu, hvað við gerum á heilsugæslunum. Já, við höfum allavega mikið vita á því og við ættum kannski að fá að ráða mjög mörgu og ég ætla bara að hvetja þig til þess að hlusta einmitt vel á þar sem að FIH hefur að segja, því að flest allt af því eru ofboðslega góðar hugmyndir sem auðvelt að hrinda í framkvæmd og koma í veg fyrir sóun. Þetta eru litlar pillur, mér fallast hendur þegar ég sé verkefnin sem að þú stendur frammi fyrir. Þú átt ekki að vera að hugsa þessa litlu hluti sem að við erum að segja að muni spara. Þú átt bara að segja, gerið þetta. Og svo átt að styðja okkur í að gera þetta. Það mikilvægt á endanum. Sko, það nú... Nei, og ég bara vísi mér fyrirlestur sem var fullt af góðum hugmyndum af litlum hlutum sem flóta ekki fram. Við erum bara að fá að gera það, en við þurfum að fá eitthvað leiðir þess. Já, það ekki nóg að ég segi eitthvað, því að það alls konar hluti sem þarf að kostnaðarmeta og allt það. Og skoða hvort það eru hvatar, eru öfugu hvatar og guðmáta hvað. Og það svo vinna sem í gangi núna. Og hérna, það alveg rétt að peningar, þeir á skornum skammti, þannig að við þurfum bara að vera rosalega kritísk í hvað þeir fara. Og það auðvitað mitt verk. Þannig að þeir eru búin að nefna hérna mjög margt sem kostar og það aldrei hægt að gera allt. Þannig að við þurfum bara í ráðuneytinu að vera mjög kritísk því að peningarnir, til dæmis núna, þá stöndum við ekkert, ríkið stendur ekkert vel og það þarf að leggja meira í öryggis- og varnarmál og svo framvegis. Þannig að þetta verður eilífðar samkeppni og þess vegna svo mikilvægt að vera bara að gera það sem að skipti máli fyrir heilsu.
og nýta ykkar tíma sem allra best. Já, ég held allavega að við getum komið með mjög góðar, þú veist, ég held að mikið af okkar hugmyndum snúist einmitt hluti sem kosta ekki. Akkurat. Sko, nú lifi ég í gegnum minnisblöð. Það er alltaf minnisblöð allt. Þannig að ég bara bið félagið að bara sendið mér svoleiðis, bara takið saman það sem þið hafið rætt í dag, svona bæði þessi einföldu hluti og flokknari og bara sendið okkur það. Það er bara frábært, það er einmitt það sem við viljum gjarnan gera og æðislegt að heyra að við getum kannski fengið, þú veist, regluleg viðtöl og svona. Herru, en það er Magnús Már, sérnámslæknir, sem er næstur búin að bíða lengi. Sælverðin, heyrist ekki mér? Jú, það heyrist. Að því að voru að tala hérna gæði og sóun, að mér var svo gott það sem Jón var að tala varandi 1700, þessa forflokkun sem við erum með. Og ég bara að koma með eitt dæmi sem að kom mjög stuttu millibili, við skulum segja bara að það komið sama daginn hjá mér, síðastlega haust, en það voru stuttu millibili, að það kom einstaklingur inn til mín sem kom inn út af tannpínu í 20 mínútna tíma, sem eru mjög verðmæti tímar fyrir okkur. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt, að hann kemst inn í 20 mínútna tíma þegar aldrei lausir tímar hjá okkur. Ég sagði við hann, fara til tannlæknis, ég ger ekki neitt við tannpínuna þína. Á meðan, segjum sama dag, kom áttræð kona, svo mjög hjartabiluð og kortir í það að fara á bráðamóttökuna en ég náði að hringja hjartalækni og náði að sporna gegn því. Þetta er sóun versus gæði og það var skurðlæknir, ég lærði í Debrecen líka í Ungverjalandi sem talaði það. Ég get annað gert eina aðgerð fullkomlega og það munu 5 sjúklingar deyja á meðan eða get gert aðgerð svo nokkuð vel og gert aðra 5 aðgerðir. Það þarf að vera einhvers konar síja, það þarf að vera einhvers konar flokkun, styrkja hana svo við sem sjá rétta fólkið. 1700 getur ekki bara flokkin á akútvaktir hjá okkur. Það þarf að flokka alla. Þessi hjartabilaða kona hefði enda á bráðamóttökunni sem kostar ríkið óbóðslegan pening og hún hefði verið hann óbóðslega lengi og síðan náttúrulega leiðum getur fara á klóstið, þá er hún útskrifuð. En þessi maður með tannpínuna, hann hefði aldrei átt að koma. Hann hefði þetta hringið 1700, sagt við hann, heyrðu, þetta er bara tannlæknamál. En hann kom í 20 mínútna tíma sem eru óbóðslega mikilvægt og í augnablikinu er skeimið frá mér á heilsugæslunni til apríl og næsturlausi tími hjá mér er í lok apríl. Þannig ég veit ekki hvort það sé Alma eða Sigríður Dóra eða hver það gera en við þurfum einhvern veginn að koma til móts við fólk og þetta er það sem fólk tala mest það er það fær engan tíma hjá lækni. En síðan er fólk að fá rugltíma út af tannpínu hjá okkur. Má ég bara spyrja því ég veit ekki hvernig atvikast það? Bara, og er ekkert spurður út af... Ritara með ekki spyrja það. Það er engin, þeim er bara að segja, nei, ég vill ekki gefa það upp af hverju ég er að koma. Það er engin forflokkun. Þannig að það er að koma ofboðslega mikið af svona hlutum inn á vaktin, eða inn á bara 20 mínútna tíma vaktir hjá okkur, út allt, sem eigi ekki heima eins og þarna. Eitthvað sem hefði getað leyst í gegnum síma, eitthvað sem hefði getað bara 1700, eitthvað sem hefði getað komið á dagvakt eða stuttan tíma eða whatever. Og síðan eins og segi þessi blessa áttræða kona sem var búin að bíða svo róli heima hjá sér og hún var svo feimin það að hringja og þú veist hringdi sjaldan að hún var kortur í það að fara niður á bráðamóttökuna. En ég veit ekki hvort það sé til Ölmu eða til Sigríður Dóru en ég vil bara koma með þetta dæmi til þess að... Já, ég held að þetta lýsir, ég held við séum mjög meðvituð þetta og þetta lýsir, þú veist, því hvað 1700 er verðmætt og kannski, þú veist, þetta umhverfið þar sem við erum að breyta því hvernig við erum að bóka og það eru alls konar útgáfur af því, það veldur náttúrulega kannski svolítið kaos. En Einar Þór er eiginlega næstur, ég er sem að hoppa yfir frekari komment. Halló, já. Þetta er Einar Þór heimilislæknir á Seltjarnarnesi. Mér langaði aðeins að lyfta upp hérna, kannski bara varðandi núna síðasta komment hérna með þessa flokkun og forflokkun að ég er eiginlega búin að komast að því að það borgar sig fyrir mig að gera þetta sjálfur bara þannig að ég er búin að taka eiginlega stjórnin á tímabókinu minni og það bara kemur alveg ágætlega út en þetta vissulega vantar og við þurfum að gera þetta sennilega á stöðunum sko sjálfum ekki á einni stöðu fyrir landið en það er bara vantar mannskap í þetta og við erum ekki mönnuð í með tillit til þessa þannig að
en kannski þarf ekki rosalega miklu mönnun í þetta, en það bara afstöðu í þetta. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem við þurfum bara að gangi. Og en svo vildi ég líka lyfta upp tala teymi, og mér finnst að það hafi farið mjög lágt í dag. Þetta mikið persónulegt áhugamál hjá mér, og ef ég má velja og ég að sitja einn út í horni eða ég að vinna í hóp með fólki, ég meina, þá myndi ég alltaf velja að vinna í hóp með fólki. Manneskjan ekkert mjög sérstakt fyrirbæri svona eitt og sér, frekar lítið fjörleg, en við erum það sem við erum af því að við vinnum saman, og þar að leiðandi ef við fannum þig úr okkur, ég meina, þá erum við kannski lítið fjörlegir einn á baku skrifborð heldur en ef ég í hópi með öðrum. Þannig að og ég fengi að velja núna svona komin inn í seinni hálfleik, sko, ég fengi að taka seinni hálfleikin í teymi, þá það bara alveg geggjað, og mér finnst mjög gaman að heyra þetta frá Hag, og bara spenntur og þá kannski ég mitt bara lyfta því aðeins hvað ykkur sýn á bakvið þetta orð heimilisteymi, ég meina hvaða hugmynd á bakvið orðið þarna, og ég mjög spenntur. Já, takk til stutt, og svo Örn, og svo mælendaskrá lokað. Já. Já, það bara því miður tíminn að mælendaskrá var lokað fyrir 10 mínútur síðan. Ef þú kemur með bundna máli, Ólafur. Já. Allt í fína. Heyrðu, við skulum leyfa Alma með orðið. Takk. Já, Einar, bara takk fyrir. Við erum að hugsa þetta eins og hvernig heimilisteymi hugsað, það þarf ekki að koma ofanfrá. Þið eru best í að skipuleggja hvaða starfsstéttir og annað þið þurfið, en það bara, mér fannst frábært á Hag, og þar hefði þessi sjúklingur með tannpínu aldrei komið svona langt, því að þar sigtað bara frá símtali. Það bara heilbrigðisstarfsmaður sem tekur á móti því og ráðstafar svo sjúklingnum eftir því hvað að Þannig að, já, ég ætla ekki að segja meira. Takk fyrir það. Þá það síðasta kommentur sal, það hann Örn. Gjörðu svo vel. Sælverið. Örn heiti ég og síðastur í stafrófinu og því síðastur á mælendaskrá. En Örn Ragnarsson heiti ég og heimilislæknir á Sauðárkróki. Það tvennt sem ég langar aðeins að minnast á, kannski beina til Ölmu, svona hvað sín hún hefði á. Við erum að tala svolítið sóun, og við verðum að tala að við erum að nýta starfskraftin vel á okkar stöðum, á fleira fagfólk inn, og við þurfum kannski, það hefur líka komið hér fram að skilgreina okkur hvað við eigum að gera og hvað eiga aðrir að gera. Og þetta hefur einhvern veginn verið þannig að það hafa margir vel skilgreind störf sem að vinna í kringum okkur, og heilsugæslan tekur rest einhvern veginn. Og það við getum alveg nefnt stéttir, aðra lækna, sérfræðinga, sjúkraþjálfara. Maður veit svo sem ekkert hvað þeir eru að gera. Við vitum samt að það ýmislegt þar sem mætti vera í heilsugæslunni, og svo komum við ekki fólkinu frá okkur, og ég held að það sé eitt af því sem erfitt fyrir okkur í heilsugæslunni, við höfum ekki úrræði. Það bara búið að loka, við tekið ekki við fleiri sjúklingum, og sérfræðiþjónustan, til dæmis út á landi, það ómögulegt eiginlega að fá sérfræðing út á land, og það eru svona ákveðnar, því við þurfum að horfa á þetta í heild, held ég, og það ákveðnir hópar sem bara lifa í eigin heimi, og svo sér heilsugæslan svolítið rest. Ég langar aðeins að heyra frá þér með þetta. Og svo var annað, hann langaði með að heyra með sögukerfið. Það eitt... Tíminn að vera búinn. Ég veit og ég trúi því að Alma sem lausn á þessu, að það gamalt vandamál og nýtt, og það eitthvað fyrirtæki sem á þetta, og ef það breytir einhverju þá kostar það formúu og það rukkar okkur endalaust. Og þú þekkir þetta náttúrulega frá landlæknisembættinu líka, og síðan Landspítalinn að leggja einhverja heilmikla vinnu í að búa til nýtt kerfi sem neyðir okkur stundum inn í þeirra kerfi til að
geta skrifa tilvísanir og svo framvegis og svo þetta alltaf vandamál að vera á milli. Fyrir ekki? Já. Og svo er þetta að koma upplýsingum á milli, að vera með sameiginlegt kerfi fyrir allt. Það fyrir heilmikill tími að senda vottor og skýrslur eins og við höfum verið að tala hér sem að væri hægt að sjá bara í sameiginlegu kerfi. Takk. Já, það er bara mjög flott. 5 mínútur eftir. Takk fyrir. Sko þetta með að hver á að gera hvað, mér finnst þurfa dýpri stefnumótun heldur en heilbrigðisstefna, þannig að við þurfum að fara bara hvað gera sérgreinar, til dæmis bara hvaða sérgreina eða annars stigs þjónusta þarf að vera nálægt spítulunum, hvað getur verið út í bæ, hvað er gert í heilsugæslu. Þetta er bara óunnið, finnst mér, og þetta er bara náttúrulega eins og að borða fíl, en við verðum að byrja á þessu, að fara í meiri stefnumótun bara samhæfingu og verkaskiptingu. Þannig að það er bara, eins og ég segi, við ætlum að byrja á fíknimálunum og geða þjónustunni. Sögukerfið, já, það er náttúrulega barnsins tíma frá 1993 og það er fyrirtæki út í bæ sem á það og við erum með samninga sem eru rosalega gamlir og þungir og svona þetta er kallað á tæknimáli locked in staða. Það er bara lítið að þetta gera, en fráfarandi landlæknir beitti sér fyrir því að það kom óháður aðili sem að gerði svokallaða valkostagreiningu á bara stefnu okkar til framtíðar varðandi rafræn kerfi, og ég var búin að segja að það er óboðsleg innviðaskuld í þeim. Árið svona cirka 2011-12 þá var ég yfirlæknir á gjörgæslu og kölluð og fund út í einhvern hringsal og þar var Ingi Steinar og fleiri og þá búið að meta hvað myndi kosta að kaupa nýtt heildstætt sjúkraskrárkerfi eins og Epic eða eitthvað. Og verðmiðinn þá var svona 13 milljarðar og það er örugglega rúmið 20 í dag. Og svo höfum við líka séð að það bara gengur mjög illa. Það sem verið er að kaupa svona komplett kerfi og innleiða, bæði í Danmörku og Noregi. Og ef að þið, sko, ég veit þeir reyktu hár sitt og framleiðni minnkaði 20% hjá læknum í Danmörku. Og svo held ég þetta sé að reka upp og skera í Noregi. Þannig að þetta var í þessari valkostagreiningu og svo er líka bara að smíða utanum sögu og bara geta samþætt allt. Og þetta er bara eitthvað sem að þáverandi heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra komust í einn fund og þetta er það langt síðan, þá var Þórdís Kolbrún fjármálaráðherra, þannig að þetta er eitthvað rúmt ár síðan. Þannig að þetta bara býður okkar. Ég er búin að biðja að þessi valkostagreining verði uppfærð og svo þurfum við bara ákveða þetta, en aðalmálið er að samþætta kerfin og það er náttúrulega heldur ekki gott að aðilar sé að hanna mismunandi lausnir, hver í sínu tómarúmi eiginlega. Landspítali er að hanna app og landlæknir er að hanna eitthvað og svo framvegis. Þannig að þetta bara erum við algjörlega með til skoðunar og við erum með ákveðnar lausnir á þessu sem ég get ekki sagt frá hér. Og síðan er þetta með upplýsingar fara á milli. Það er verið að samþætta þessa sögugrunna sem er náttúrulega líka bara gamalt skipulag og það bara kostar mörg hundruð milljónir og tekur mikinn tíma, en það er byrjað og það verður gert. Það er grunnurinn undir þetta allt. Þannig að við erum bara með rafrænu kerfinu þetta mjög ofarlega á blaði og ég er að fá sérfræðing sem er bara að fara að vinna í þessu, að skoða hvað við þurfum að ætlum að gera. Og ég lét líka sem landlæknir beitti mig fyrir því að stýrihópur rafrænar lausnir, hann fór frá landlækni upp í ráðuneyti, því að það er ekki bara þið, það er öll einkakerfin og þetta er svo óbúslega stórt verkefni. Þannig að, og það er bara margt gott búið að gera, en guð minn góður hvað er mikið eftir. Þetta verða loka orðin nema Ólafur sé með stuttavísu því klukkan er 16:30 akkurat núna.
Þið viti hver hann er útskrifaður 79 úr læknadeild og við erum báðir stúdentar frá MH 72 og hann er þekktur fyrir seiglu, dugnað og kunnáttu í lækningum, var aðal maðurinn á læknavaktinum árabil og hann með þennan bakgrunn. Við erum báðir úr gamla heimilislæknanáminu í Svíþjóð og vorum 1,5 ár á medisín þar sem við lærðum almennar lækningar og höfum verið víðum land áður en við förum að vinna hér í bænum. Mér finnst það ekki nóg að þegar ég spyr gæði að sérmenntaðir heimilislæknir hafi verið mestallan sinn námstíma á ríkisrekinni heilsugæslustöð á Íslandi. Þetta er mín orð. Gæði umfram allt. Takk fyrir þessi orð. Ég held við hljótum að geta tekið undir þau og bara tíminn er búinn. Ég vil bara þakka ykkur alveg kærlega fyrir frábæran fund. Takk fyrir að koma hingað til þess að ræða þessi hugðarefni. Mér langar að segja einu sinni en ég vil segja af nýjum krafti og bara takk Alma fyrir að gefa þér tíma til að koma og tala við okkur. Við munum í stjórn FIH senda þér minnisblað og bara væntum góðs samstarfs og við höldum bara áfram veginn bjartsýn. Er það ekki? Takk fyrir. Heyrðu, já. En förum ekki langt. Ég veit ekki, ég er búin að hlakka til að fá mér hvítin með ykkur í allan dag en svo gleymi ég stöðugt að minna staða en það eru þess að drykkir hérna frammi í boði ykkar sjálfra, gjörið svo vel.